þessi vatni vera úr svona bíóblaðsbolla? Öðruvísi? Það meira epic. Þetta epic vatn. En það þetta svona bíómynda vatn? Þetta bara svo að horfa svona trailerir í bíó. Já, þú meinar. Hvert svo betri eftir annan. En þú mátt þetta ekki eiga bollan? Sjáum til með það. Já, alltaf sérst að stela hann. Hver veit? En nú ert þú rappari. Já, ég er rappari. Já. Ég verð að veikina það, ég er ekki mikið inn í rappi. Nei, En ég tekkaði samt á lögunum þínum. Já. Og ég verð að segja það, þetta er drullu töff. Takk fyrir. Ég er bara mjóna með það. Ég er líka ólst upp í Bandaríkjunum, þessu er svona góður. Já, þú ólst upp, ég kíkti líka, ég fann eitthvað svona gamalt viðtal við þig. Það stóð þú ólst upp í Bandaríkjunum, hvað, þú varst 14 ára? Já, frá svona 4 til 14 ára. Hvernig fannst þið það? Æska mér úti var ekki gaman, ekki góð. Ekki? Nei, ég byrja ekki að hafa virkilega gaman lífin fyrir ég kom tilbaka. En ég fann ástriðin minn við kvikmyndir í Bandaríkjunum. Já, það? Já, ég ólst upp á heimili, þar sem ég bara mátti ekki horfa bíómyndir eða sjónvarp. Mátti ekki svona músík. En þegar ég fór til ömmun og afa í Pennsylvania, Julia og Ed, það var æðislega, kom svo vel fram með mig. Og þegar ég var 8 ára, 1990, fer ég í fyrsta skipti í bíó. Og hún tekur mig á Back to the Future 3. Góð mynd. Það er fyrsta myndin sem ég sé þessi krakki. Það er fyrsta myndin? Það er fyrsta myndin sem ég sé. Og bara frá þeim degi ég elska bíómyndir. Og myndin eftir það var ég sá ekki aðra, þetta er svo weird æska, þetta hljómar ógeðslega weird. Ég sá ekki aðra mynd fyrir en Ace Ventura kom út. Þú veist. Það er þá 3 ár seinna. Já, 3 ára seinna. Já. Og því sá hann á Buffalo S. Sástu þess ekki nýja mynd fyrir 3 ára seinna? Já. Ángríns, ég álst upp á svo ströngu heimili, sko. Ég man, Var þetta eitthvað svona trúardæmi eða eitthvað svoleiðis? Nei, hann var bara geðveikur sem að stjúpa minn, en Ok. ég get sagt það sögur, sko, sem þetta verður bara svona, what? En ég man því ég keypti mér, fyrsta geisladiski minn, rafdiski minn. Men ég hef hort á eitthvað svona heima víni minn og svona dæmi þegar áttu sjónvarp. En ég fór á Yardsail úti. Og ég fann Ice Cube the Predator. Hún var á 50 cent. Og ég man svo vel, mamma bara, pappin má ekki sjá þetta. Og ég veit, ég fel þetta. Og þurfti að fór út í skóginn og hlusta á Ice Cube the Predator. Og þetta var sko tímabil 92-93. Það sem var að banna rapp í Bandaríkjunum. Og konast Tipper Gore, Al Gore var að banna þetta. Svo það var ákveðlega svona rebel, svona punk að hlusta á rapp. Og ég veit, ef ég var tekin með þessa plötu, Þú var lent illa í því? Ég var lent illa í því, sko. En já. En hvað finnst þér eins og þetta, þessar hræðslu við eins og tónlist, eins og texta og kenna, eins og ég man Bowling for, Columbine ársinn? Já. Þetta heitir ekki Bowling for Columbine eða eitthvað? Jú, með Michael Moore, já. Eins og það? Var ekki að kennum? Það var að kenna Eminem og Marlon Manson. Það er mesta cop-out ever. Já, þetta er rugl. Bara kjaftaði, sko. Já. Alveg svo sem með tölvuleiki. Já, fólk var bara geðveikir að spila tölvuleiki. En samt er búin að sanna að það er andstaðan. Skilur þau? Þetta er bara propaganda, ekkert annað. Og eins með bíómyndir? Já. Bara hvað, ef þú horfir á svona myndir, þá verður þú bara hvað klikkaður? Það eru samt til myndir sem fólk... Það er ekki sjá. Það er mynd á listan mínum af top 10 bestu myndum. Það er Martyrs, franska myndin. Hún er geggjuð, en ég veit ekki hvort ég get hort á hann aftur. Nei. Því svona lítið úr sálinni minni dó. Ég var bara, er ég að horfa á snöffmynd hérna? Hún er það vel gerð, hún geggjur mynd. En gott skildi nefna hana. Já. Þú sagði með sálina. Já. Mér leið því að ég var búin að horfa á hana. Mér var svona illt í sálinni. Já. Þetta er svona kild í maga. Já. Bara svona, Já. En hún er samt góð. Geðveik. Hún er nefnilega góð. Bestu myndirnar eru myndirnar sem þú fer út í bíónu eða og þú fer að hugsa. Þú hugsa ekki eitthvað myndir, bara hvað var ég að horfa á? Það eru bestu myndir. En svo Parasite kom út. Suðurkóruska. Já, elska myndir frá Suðurkóru. Svona Oldboy líka á listan mínum. Þú með góða smekk, ég heyra það strax. Og engin mynd hefur vakið upp jafnmargar tilfinningar í mér og Parasite. Aha, hvernig þá? Bara upp og niður. Fyrst er þetta svona funny fjölskyldumynd og svo er þetta svona læðast á þeir allir svíkja fólk, ríka fólki og svo kemur bara byrju, wow, nú er þetta dögt og svo bara, nú er þetta segja þetta aftur, nei, ok, þetta er gott. Það er bara að vera að leika með tilfinningarnir þínar. Ég fór 2 svar í bíó, sko. Já.
Hún er geggjuð. Varstu hissa á hún skyldi að vinna Óskarinn? Nei. Ég var alveg pínu hissa, af því hún er svo góð. Já, en máli þetta segjum svo 2-3 ára, það er búin að vera svolítið mikla breytingar, svona félagslega. Fólk er að Fólk kannski gefur svona myndum frekar séns. Já, en ég samt tek ekkert mark á Óskarverðlaunum, sko. Nei, ekki ég heldur, en þeir velja svona myndir og maður er bara svona, guð mig góður. Hún var bara svo vinsæl. Þau velja bara myndin sem allir að tala mest um. En hún líka suðurkóresk. Mér finnst það komur lóvart. Ég dýrka suðurkóreska myndir. Já. En það er nú ekki ofta að vinna Óskarinn. Það er bara fyrst skipti og... Hefur þú séð I Saw the Devil? Geggjuð. Það er ruglumynd. Þegar ég að segja vinið mínum að horfa myndir með texta, skilur, þau bara, nei, þú ert að missa af. En svo franska kvikmyndir, þau byggu bara til nútíma bíómyndir. Allt er bara stólið frá frökkunum. Og það er bara tæknibrellur og plottlínur, bygguður ekki til noir-stíllinn. Ég held það. Á undan Casablanca og allt svona, þetta detective-sögudæmi, þetta kemur frá Fraklandi. Já, þú meinar. Ég með svitatusku með mér. Það er alltaf að það er mjög heittið inni, þannig að... Ég er líka feitur og hjartaveikur. Það er hjartaveikur fyrir það. Fékkstu? Hvernig var það? Það var ræðilegt. Fór í 2 hjartaþræðingar, ég með 3 stóðunir í hjartanum mínu. Hættir ekki að drekka og allt svona. Hættir að drekka? Já, út af þessu. Og hvað, bara, þú veist, varstu bara í daginn bara eitthvað að labba og svo bara hjartafall? Nei, auðvitað er að lifa slæmi lífverðni, feitur og svona. Svo var ég bara að gefa miklu sukki. Og ég er búin að vera eitur sinna 8. september í fyrra. Varstu í ykkur, ef ég má spyrja, varstu í ykkur meira en áfengi? Já, bara mega sukki, sko. Bara ykkur vítarhring, sko. Náður að kötta þetta allt út? Já, bara tók, já, búin að fara í meðferð eitthvað tíma þegar ég var yngri. Já. Virkaði ekkert á mig og, en ég fór sinna bara, ég þekki svo marga sem er edrú, allir vinir minn er edrú, ég var eiginlega bara seinastu vinahópnum að vera edrú. Okay. Svo ég með góðan stuðningshóp þegar ég vildi vera edrú. Tók bara spórin, besta sem gerir líf mitt. Ég er ekki eitthvað Jesus freak, sko. Nei. En þessi 12 spór, they change your life. Ég hef heyrt það náttúrulega. Páll Óskar predikar þetta, alls það segir, allir ættu að taka 12 spórin í AA. Já, ég á góða vini sem að fara í gegnum þetta og þeir segja það sama. Já, bara æðislegt. Þú ert bara að díla við sjálfa þig bara í djúbulegina. Já, einmitt. Ég ætti að fara til sálfræðings líka, þetta gekk það vel. Já, það? Já. Þessi 12 spór hjálpuður það mikið? Já, ég hætti bara að fara sálfræðing. Því að hjá sálfræðingunum, ég er ekki að segja þessi slæmt, þetta er svo langt process og peningur, skilur. Þetta kostar. En þessi 12 spór, sérstaklega 4. og 5. spórið. Hver eru þau? Málega, það er svo erfitt að útskýra þau. Þegar þú verður edrú, þú veist ekkert hvað þessi spór þýðir. Og bara svona, hvað þýðir þetta? Gera reikningsskil á eitthvað tilfinningunum og maður veit ekki hvað það þýðir en þú verður að fá sponsor. Hann leiðbeinir, ég get ekki sagt þér, þú verður sjálfur að fara í gegnum þetta, fattur þú? En ég get útskýrt það þegar hann læti að hafa svona projects til að vinna út, skrifa út óttalista, skaðlista og þú fer sjálfur að reikna saman hvað þitt the core vandamál og ég er að fara að gefa dýpinn í bíódæmið en það sem ég fattaði var að minn stærsti ótti var að vera einn öll mín vandamál stemdi að því að ég var hræddur að vera einn svo ég ítti alla í burtu og ég sagði alltaf fuck it ég þótti ekkert væntu sjálf af mig og svona dæmi Varstu þú að íta burt vinum, fjölskyldu? Allt saman þú veist, já komið það slæmt sko ég blev vinahópurinn minn, ég fyrsti setna eftir ég var edrú þá var ég vinkonum mér, við reyndum að halda intervention fyrir og sagði það, og hvernig gekk þau sögðu bara að vera lost cause og ég bara, what the hell bro og þá komið það slæmt ég vil sko þú reyndu ekki einu sinni það? Nei, ég fatt ekki hversu langt ég var sokkinn sko þú veist, einn af mínu bestu vinur sagði bara, ég var bara svona frá því að bara kött á því sko að gefast bara upp á þér? Bara gefast upp á mér Shit, það er rosalegt Já Og þú fóstast í gegnum allt þetta dót? Já Og hjartafallið? Var það bara... Nei, þegar ég fekk hjartafallið þá var ég skilur á okkur 5. bender sko og eftir ég var búin að fara í hjartaþræðingar þá ég bara, ég mun aldrei drekka aftur maður aldrei drekka 5 dagar seinna fer ég aftur að sökka og þá fattaði ég bara, oh my god og það fíkinn alltaf reyna að stjórna Einmitt, fíknin og ég fattaði bara, ég hef enga stjórn og labba á minn fyrsta fund með vinum mínum svo ángið, svo 95% vinum mínum er í samtökunum sko Ok En það er bara frábært. Það geði mig, ég er mjög heppinn með það. Já. En fékkstu eitthvað því nú ert þú rappari og þú ert svona svolítið hardcore og eins og segja með lögin, þau eru svona, kannski ástæður í fílaðu, þau eru svona... Það er aggressiv, ég er old school. Þau eru grjót, sko. Ég er grjót, sko. Já, ég fíla það. Ég ólst upp þannig, ég er 90s dæmið. Ég veit svona að rappa
yfir nútíma takta og það ekkert svona, ég hata þegar rappar eitthvað svona, ég get ekki rappað yfir þetta beat, þetta ekki mín stíl til hvers að gera þetta þú átt að geta rappað yfir hvað sem Þú meina það? Já. Það svona mottóð þitt? Eitt af mottónum En þannig að þú varst í rappinu, eða eftir rappinu og þegar þú ákveður bara, ég ætla bara að vera edrú á þeim tíma, þá var samt ennþá 95% af vinninum, skilur það, þurftur að kött út eitthvað svona slæma félagskap Nei ég fór bara kött út svona toxic lið hægt og rólega og hafa kjarkin til að draga mörkin það er okkur erfitt að segja nei sem er svo meðvirkur og mikið jámaður en leið þú lærir hægt og rólega að segja nei það er viss power í því að þið líður betur það er máli ég er ekki fullkomin, ég segja það ég er ennþá já ok, ég skal gera þetta en stundum er ég bara svona nei og ég ætla ekki að útskýra hverju og bara svona hverju bara, ég nenni ekki skilur ég bara, ég nenni ekki að útskýra bara nei en það er ótrúlega hvað þetta er oft mjög sjálfgætt þess mér hjá fólki að þóra að segja nei og margir eins og tala svona meðvirkni þetta er rosalega lúmsmaður já, við erum öll svo meðvirk að einhver leyti við viljum bara vera góð en það sem við gerum, við erum ofmeðvirk þá erum við slæm við okkur sjálf það er nú málið þannig að myndur þú segja þá í dag væntanlega þá líður bara miklu betur hættir að fara til sálfræðings fannst ekki þurfa á því að halda mér líður töluvert betur, þetta er svona búin að vera erfitt ár 2020 já, þetta ár já. Og hefur COVID mikið að segja það eða? COVID líka og svo oh my god, ég kom til að tala ég misti mér besta vin og neyslu í apríl Ég samrækist innilega? Já, svo gæti ég farið í sund og svo meitti ég mig ef ég fer ekki í sund allavega 4 sinnum í viku þá bara styrna ég allur upp og ég verð bara handónut eins og núna ég er kannski búin að fara í sund einu sinni senast 10 daga Þetta er bara process, það er ekkert kjúr við neitt sko ég er ekki eitthvað ekstra hamingisamur en ég kann að díla við þunglindið mitt betur ég er að gera það edrú, ég er ekki að deyfa mig Fattur? Það er mjög erfitt að díla við sjálfa sig edrú Þá neyðist til þess að gera það? Þá neyðist til að gera það áður fyrir var ég svona vegasalt bara annarkost geðveikt hátt uppi og geðveikt hátt liðri ég finna þess jafnvægi núna því ég er svolítið jafnvægi hérna uppi andlega heilsan hefur svo mikið áhrif og bara hvað þú gerir og hvað ákvörðin þú gerir vonandi skilur hvað ég segja ég skil hvað þú en þá ætla ég líka að spyrja því þú ert listamæður, þú ert að skapa eftir þú varst edrú finnst þér að hafa hjálpað þér þú skapar finnst þér þetta að vera eins, hvað ertu það? Hjálpaði mér ég tók upp og samti plötur minn sem gaf út í mars sem heitir Heart of Gold tók hana og samti hana alla edrú Já, þú varst edrú bara alveg þar Já, og ég er stoltastur af það verkefni hún heitir Heart of Gold hún er töff, ég tjekka á henni sko Já, fólk fætti ekki takk fyrir mér en lagi Hell is Hot neysluna mína þú veist, ef þú hlusta virkilega textuna þetta er bara þarna er ég skrimsli bara ég mun gera allt mér allt saman allt og alla ég nota alla og Big Dreams er andstæðan Já, það er líka meira svona jolly lag, kannski aðeins Já, því það er I don't wanna be no drug fiend og manneska sem er að tala laginu ég er ekki að tala mömmu mínu, ég er að tala ömmu mína mamma told me þetta er ömmu mína Ég er ekkert að hlusta á eftir með þessari þekkingu frá þér sko. Og svo Let Me In lagið er lag sem gerur við vinkunum mína sem var að gangi þunglindu og var alltaf að drepa sig og svona dæmi svo ég samti lag fyrir hana og það hjálpaði mjög mikið og hún hlustar á þetta daglega Þetta er mesta hjartnæmasta plata auðvitað vilja bengurum á þessu en já, ég er stolt af þessu því verkefni Heart of Gold Myndir segja svona meiri tilfinningar í þessari plötu? Já, tilfinningar og seinsplötu líka Það er mikið Bjarka, pródúsörinn mínum að þakka hann er mjög góður í að draga eitthvað nýtt úr mér Hversu mikið svona samstarf er þetta hjá okkur? Semur hann þið semur þetta saman eða hvernig virkar það? Máli Bjössi Block Party og Bjarki Balatron mjög þekktir og prolific pródúsar þeir gera alla textana ég sem svona 98% textana þú veist, það hjálpaði mig kannski við viðla hér og þar en ég sem allt sjálfur Þú semur textana sjálfur? Já það er ekkert að því að skrifa fyrir einhvern annan eða semja lag saman það er bara enginn að skrifa á ensku eins og ég Nei, það komið líka óvart því ég vissi að þið langa að koma til mín í þátt að þú elskar bíómyndir svo komum við að því eftir en mér er gaman að taka svo almennt spjall fyrst þá fór ég að tjekka þér Ég er það feitir mafjósin Get the spaghetti, hey Yo, tell Tony, owe me some money, hey
Þetta er í góða lagi. En ég tjekka á Instagram. Já. Og ég var bara svona búin að áætla það að því að rap-senan í Íslandi virðist vera þannig. Já, þú heldur ég er bara töffari með sólgleru, Gucci belti. Nei, ég held að rappa á íslensku. Já, þú meinar, já, ok. Já, að því mér finnst, eftir Rottweiler, er ekki flestir að rappa á íslensku? Jú. Er það ekki? Jú, nema bara mikið á röppurum í Íslandi í dag nota svo mikið enska sléttur. Já, því að ég fíla ensku. Já. Mér finnst það skemmtilega tungumál heldur en íslenska. Já. Þó ég sé íslenskur, verð alltaf íslensku. Já. Þá finnst mér enska skemmtilegri. Mér finnst bæðið skemmtilega að hlusta á hana, mér finnst skemmtilega að tala hana og mér finnst skemmtilega að skrifa hana. Já, alla daga. Svo sammála því? Já, rapparar voru alltaf að segja við rappaði við móðurtungumálinu. Erpi voru alltaf bara, þú voru að byrja að rappa á móðurtungumálinu. En af hverju? Af því úr íslenskur það? Já, en veist, ég horfa þannig, þið hlusta allir á enskt rap. Allir ykkar favorite rapparar á ensku. Nákvæmlega. Akkur má ég ekki vera ensku. Og þú lítur líka að hafa meiri tækifæri. Er það ekki? Já, fólk skil út í heim skilur þið meira. En ég var aldrei að eldast við það. Það var ekkert svoleiðis? Nei, ég hef aldrei verið að eldast við fræða fram. Ég var bara að gera músík því ég elska að gera músík. Svo umkringdi ég bara með réttu fólkið. Fólkið svona metnafullt fólk. Ég var bara heppinn. Ég var mjög stór Snapchat sín tíma, 2017. Gaf út Magnifico. Það blew up. Svo var ég svo miklu neyslu að ég nota ekki tækifæri. Ég sóaði svo mikið. Finnst þú að hafa svo miklu á þessum tíma þegar þetta lag kemur út? Það kom ár þannig að ég gaf út eitthvað nýtt. Hver var ástæðan? Varstu bara rugl? Bara þunglítið rugl og bara svona kjaftaði. Þannig. Já. Þetta skemmir marga maður. Já. En mér finnst frábært að heyra að þú var bara tekið ákveðið bara herðið. Ég nenni þess ekki lengur. Já. Ég fell samt ennum í jólinu fyrra. Já, það? Já, bara í svona 2 daga, I got back up, skilur. Já, en svo er líka það, kannski ekki vera að refsa sjálfur ef maður gerir mistök. Það er lykillinn. Já. Þú eru í hljóma eins og, veist, bara eitthvað þvílíku gúru hérna. En lykillinn öllu er að koma fram við sjálfa þig eins og þinn eigin besti vinur. Ég myndi aldrei koma fram við mínu besti vinur eins og ég kem fram með sjálfa mig. Nei. Akkur er svona erfitt að elska sjálfa sig? Maður er með svona self-destruction. Já. Maður finnst þá ekki skilin eitt gott, enginn elskar mig, það menn enginn elskar mig. Ég er ömurlegur, ég get þetta ekki, Já, en það er fullt af fólki sem elskar þig. Já. Án gríns. Sama hvað þið liður illa. Það er minnst ein manneskja. Sem elskar þig? Jafnvel þú segjum átt enga vinnu og 2 hundar, hundan þín elskar þig. Það skal sjá það alla dag. Góð punktur. Mjög góð punktur. Kemur heim, þið bara, fuck yeah, þú er komin heim, maður. Yes. Kíló komin heim. Kíló komin heim. Já, enga hundar, mér langar hundar sérna. Þú átt ekki hunda? Já, hundar, sko. Nei. Þetta er náttúrulega góð punktur, af því að þetta er, það er leitt að segja frá því, en þetta er svolítið algengt finnst mér að fólk fattar þetta ekki. Hvernig að tala við sig, það er stundum ógeðslegt. Já. En það myndi aldrei tala svona við aðra mennesku. Eitthvað manneskja sem þetta ekki vænt um. Nei. Aldrei. Nei. Þess að maður stoppa og muna bara, veistu hvað, ég er mannlegur, ég gerir mistök. Bara halda áfram. Það er málið. Ekki gefast upp. En finnst þú að finna, þú ert að skapa, búa til lög og texta, finnst þið ekki gefa það svo mikið? Jú, alla daga. Það ekki. Meir en peningar. Miklu meira. Já, einmitt. Miklu meira. Því, ég ger þetta frítt í 15 ár, sko. Ég bara rappa þessi 20 ár. Þér varst bara þurfa að... Þetta var therapy fyrir mig. Já, þú meina það. Ég tjái mig þannig. Já. Þú veist. Útrás þannig. Besta leið, fólk sem skapar, þau eru ekki bara skapa eins og þau eru búið til eitthvað sem er flott. Þau skapa til að losna við þessa eymd sem er í þér. Og mikið af vandamálum í heiminum er bara samskiptaleysi og þetta er bara að skapa er bara tjá sér, reyna að koma samskipti milli fólks. Já, algjörlega maður. Og svo bara, ef þú ert með eitthvað svona sköpunar gáfu eða sköpunar gleði og vilt skapa eitthvað, þetta er svo mikilvægt og maður er bara að gera þetta svolítið. Mér er þannig líðið þannig, ef ég er að búa eitthvað til, þess að ég skal að skrifa til hans bíómyndir eða þættið eða eitthvað, að mér finnst þetta bara að vera eitthvað sem ég verð að gera. Einmitt. Skilur. Þú verður að gera þetta anyways sama hvað. Já. Bara eitt heimi að þér. Þó þess ekki á pening fyrir þetta. Einmitt. Þetta er bara því maður verður að gera þetta. En förum aðeins út í bíómyndadóti. Nei, við sjáum skallum minn. Podcastið búið. Bara búin, drop the mic, boom. En þegar við vorum að tala saman, á þú komst, þá datt mér í hug að það væri gaman að þú kemur bara eitthvað svona top 10 lista. Ok. Að ég aldrei gert það. Maður fæla mækina hans eina. Já, það gerir svo vilt. Já. Að ég aldrei gert það þér. Taka svona top 10.
Ég alltaf með eitthvað þem í þáttunum. Það er erfitt að gera top 10 maður. Ég veit það, en ég skal líka, við skulum taka það kannski bara fram. Já. Ég veit að þú ert mikil kvikmyndaámaður. Já. Og ef ég myndi spyrja þig eftir mánuð, þá er það kannski ekki sömu 10 myndir. En mér langar að fá að vita svona hvar... Jú, ég fara svona 5 ára frest tala við mig. Myndið þessar 10 myndir endast alveg í 5 ár? Já, öll þessar myndir sem ég fara að nefna núna endast eilífu. Ok. Bara eilífu. En raðar eitthvað sérstaklega upp? Nei, það er ekki hægt. Það er þriðja besta myndir. Nei, þetta er bara svona loosely 10 myndir sem ég elska. Ok. Eða bara myndir sem eru bara revolutionary. Ok. En þú kemur bara núna með fyrstu myndina? Leon, með Luc Besson. Rosaleg. Ég var ekki með á listunum í gær, en því ég var leiðin hingað, þegar ég bara svona, já, Leon. Hún er rosaleg. Elska þessa mynd. Hvað finnst þú svona gaman við hana? Hvað segirðu? Hvað finnst þú svona skemmtilegt við hana? Bara allt. Bara söður hann Gary Oldman auðvitað geðveikur þessu mynd. Bara, hann ætti að vinna öll verðlun sem til er. Hann leikur mest að óþverra. Já. Og líka ég elska Natalie Portman, fyrstu myndin, hún er geggjuð, hún er bara 12-13 ára. Ég var svipa aldrei að koma út, ég var bara gett ástfangað Natalie Portman, ég bara, oh my god, hvað gælir þetta? En því horfa hana sett, ég bara horfa hana svona 20 sinnum, ég var bara að horfa hana kannski fyrir hálf ára síðan. Ég var að horfa Director's Cut sem aðeins lengra, sem ég fara aðeins lengra inn í sambandi milli hans. Þau dansa svolítið á línuna þarna með stelpun hann. Með eitthvað svona smá kynferðis, eitthvað ástardæmi, eitthvað. Já, en málið er, hann Leon, hann er ógeðslega eftir á, hann er staðnar, eina sem hann kann að gera er að drepa. Einmitt. Þú veist, hann býr drekkur mjótt, hann er vola vitlaus, en hann kann að drepa, hann fucks motherfuckers up. Svo hann vildi ekkert lifa, hann var skítsamið að hann myndi lifa að deyja, þá hann hindi þess að stelpu. Algjörlega. Og hún vekur eitthvað upp í hann, hann var rætur. Núna hugsa þetta ég fyrir alltaf að gráta þegar hann búin að berja hóluna og var að fara með henni viftu hóluna hana. Ég fæ gæsa það nú. Já, lætur hann á plöntuna og svona I want to live, I want to have roots. Bara svona, ég bara, oh my god, hann er ástfanginn, hann vill lifa. Ég veit það. Og svo kemur hann enda þegar hann lætur hann hafa pinnan hana. This is for Matilda. Og ég bara, fuck yeah man. Ég elska Gary Oldman, ég bara, já, fuck Gary Oldman að það með þér. Já, ég elska þetta, þessi saga út falleg mynd. Hún er rosalega. Og líka, þú notur tónlist frá Björk, í montási hérna, þau eru að flytja og drekka og æfa og drepa fólk. Hún er ógeðslega falleg þessi mynd. Og líka, þannig tónlist í þessari mynd, ég held að lagi heiti Shape of My Heart. Já. Sting. Endurinn, þegar zoomar út burt frá, hún er búin að setja plöntun með rætuna. Ég veist það, ég er með gæsa. Ég líka með það, þetta. Hún er of góð. Hún er of góð, right? Hún er rosaleg. Og bara John Reno í þessari mynd, eins og segir, hann er aðeins eftir á, en manni þykir svo vænt um hann, þó hann sé að drepa fólk. En það er líka að hann er með ákveða kód. No women, no children. Já, gegga kód. Já. Eins og atrið þannig kemur inn á, þegar gæinn að segja frá, manni, ég held að hann heitir Blood. Hann kemur til Stansfield, Gary Oldman, skrifstofuna. Jamaican-gaurinn. Já, hann er bara, já. Hvað var málið með þann karakter? Það eru hvítur Jamaican-gaur bara, og hann er DA-agent. What? Hann sagði, já, bomba, klæð, þetta er svona hvítur gaur með þetta og hann er lögga. What? Kannski, er ekki einhverju svona undercover gæjar og eitthvað? Ég veit það ekki. Nei, varst ekki að kaupa hann? Nei, ég var ekki að kaupa hann. Hann fór í taugan á mig, sko. Aha, ég fíla hann. Hann bara, hann fór ekki að plötunni íbúinni, there's no reggae, damn. Hann var ekki að fúta, það var ekki reggae-músík íbúinni, bara. Þetta er bara svona stereotýpa, ég fíla það ekki. En þegar hann kemur á skrifstofuna, og hann segir við Gary Oldman, Malky's dead, og hann segir að vinur hans Oldman er hægri höndin hans að búið að drepa hann. Já. Og það var svona sýnt þegar Leon fer og stútar einhvern kýmverskum gaurum. Já, það er allir borði. Það er svo cool. Og hann svona, I'm a cop, og hann bara, no women, no children. Hann bara, yeah, fuck man, get them, motherfucker. Það er svo geggjað. Og atrið íbúðinni. Þegar það er rosalegt. Skýtur hann í baðinu. Drepar alltaf krakkana. Þú veist, þetta er brútal atrið. Ég veit það. Það er rosalegt. Og bara hvernig það er tekið upp, klift saman. Þetta er bara svo symfónía. Mér finnst hún geðveik. Ef þú skildir nefna þessa mynd, mér finnst hún geðveik. Og þegar ég horfa á þessa mynd enn þann dag í dag, mér finnst hún bara að vera betri og betri. Hún er betri. Ég mæli með þessi Director's Cut. Ég er búin að sjá hana, hún er geggjuð líka. Ég kýs hana frekar, sko. Ég kýs hana frekar, því það fari meiri inn í samband að útskýra að þetta er ekkert perralegt. Nei. Fattur þú? Þetta er bara hún er auðvitað misskilið, en þau er ung. Það er nú málið. Hann bara elskar hana, skilur. They just love each other. Hún átti hræðilegt líf, hann átti hræðilegt líf og þetta er bara svona two souls that found each other
með blóði skilur, in blood í rauninni they found love in blood ég meina hann drepur fólk, fjölskyldan hennar drepin þetta allt ógeðslegt í kringum það en ég er sammálaður, hún mjög falleg þessi mynd og ég bara, fólk sem ekki séð þessa mynd Leon hún eldist vel sko eldist rosalega lítur vel út ég þekki þess að eina stelpu ég ætla ekki nefna hérna hún alveg 30 eða eitthvað ég nefndi við hennar, ertu búin að sjá Matrix hún bara nei, búin að sjá Forrest Gump nei, horfi eitthvað myndir sem kom ekki fyrir utan 2000 ég sagði, hefur ekki orðið neina myndir undan árið 2000 en er hún ekki 30, sagði það ekki? Já hún er ekki 15 ára? Nei, þú veist, Forrest Gump það er allir að horfa á Forrest Gump ekki bara svona, nei, hún er gömul talandi gamla myndir Citizen Kane er á listanum mínum ég hef ekki séð hana Gauður Það henda mér út, eða? Nei, þú veist mínu kvikmyndavinir eru alltaf bara þú verður að horfa á Citizen Kane þú verður að, ég bara okkur, horfa hana fyrir svona 10 ára og hún kom út 1941 en þú horfður þessu mynd, þú er bara svona kom þessi mynd út 40 hún er það undan sín tíma og er hún góð? Hún er góð ég þarf að tjekka hann og þú veist, Orson Welles er geðveikur þessi mynd ég ætla ekki myndin, það er geðveikt plot twist og hún er bara tekin hann var að gera skilur skot sem enginn voru að gera svipa á Alfred Hitchcock með Psycho á þeim tímabili það var alltaf svona formúla fyrir kvikmynd það er bara hetjan og svona dæmi það bara farið leðilega formúlu hann tekur fræga leikonu á þeim tíma kastar henni í Psycho og drepur henni fyrstu 20 mínútur í myndinni þetta er bara sko blasphemy í Hollywood hann gerði þetta og líka twistlín og allt með mann svona Psycho er ekki mynd sko já, einmitt það er líka, hvað er hún aftur gömul? kom nú ekki 52 eða eitthvað held ég já, mega gömul sástu endurgerðina? já með Gus Van Sant why was it, hann gerði shot for shot remake rammi fyrir ramma why, með Vince Vaughn ég fíla Vince Vaughn alveg ég fíla hann líka en akkur myndir þú gera shot for shot þú veist, þú gerir ekkert nýtt ég ætla bara að gera nákvæmlega sama mynd bara í lit fáránlegt hvað finnst þú endurgerðir yfir höfuð? þær eru yfirleitt ekki góðar ég fílaði samt Evil Dead endurgerðin því hún var gert miklu dekkri já, hún var líka alveg ógeðsleg já, þú reyndi að gera sitt eigið twist á það já og hún var ógeðslega falleg ég fór í bíó þegar hún kveikti í húsinu og það skotið hana ég stóð upp í bíónu ég bara hætti gullfallegt mér langar í þetta póster heima hjá mér það er svo geggja skot já, ég meni þú dörgar sammála samt að Evil Dead upprennilegu já, Army of Darkness æðisleg, hver er þetta best af þeim? Army of Darkness maður ekki 2? ég veit, ég hef svo mikið loveless ég sá Army of Darkness á undan Evil Dead myndunar ég líka ég var eins ég vissi ekki Evil Dead fyrir Army of Darkness já fyndi það þegar ég sá Army of Darkness það var svona æðisleg ég bara, hvað er þetta? Þetta er geggjað en svo sá ég hinar einhverjum áru setna og ég var bara eitthvað svona, mér finnst ég kannast eitthvað við þetta ég vissi þá ekki og svona endurinn bara, já það make a sense núna og ég bara, þetta er þeirri Bruce Campbell er geðveikur æðislegur hefur þú séð alla þættin hann gerir The Adventures of Briscoe Nash svona kúrika þættir ég nefndi ekki að segja það, var að segja það ef þú fílar Bruce Campbell hann er svo skemmtilegur þú getur sett hann í hvaða hluti sem er og hann er bara skemmtilegur bara gaman að horfa á sammála þetta er svolítið gaman að þessu en já, endurgerðir stundum er það þokkalega eins og hvað það er ein mynd sem þetta í hug ég hef ekki séð fyrirmyndina en setn er sérst endurgerðin þetta er svona eiginlega endurgerð það er Heat, vissu að það væri ég veist ekki að það er endurgerð Heat er á listanum minn Michael, ég elska Heat hún er top 10 á mig líka já, top 10 með málið hann gerir mynd, Michael Mann ég heldur þess að hann hafa bara gert hana sjálfur sem hét, mér minn hún heiti LA Takedown eða eitthvað svoleiðis já, það gerir hann remake af sín eigin mynd í rauninni, fekk náttúrulega meiri pening getur aðri leikar og allt svoleiðis ég sá aldrei upprænulegu þannig að er þetta endurgerð, er þetta ekki endurgerð? Ég meina Scarface endurgerð líka en Al Pacino Scarface já. Það er basically endurgerð. Já, það er góða endurgerðar. Já, það eru fáar. En já, Heat er á listanum. Já. Hvernig ertu að fíla hana? Bara elska þessa mynd. Michael Mann er bara geðveikur kvikmyndagerðarmaður. Hann er samt svona hit or miss. Já, ég horfði mynd daginn sem ég ekki sé hann Manhunter.
Já, með Hannibal Lecter. Já, það sem Brian Cox leikur Hannibal Lecter. Einmitt. Ég er bara með svo mikið love relationship með 80s og 90s myndir bara elska ég. Það er æska mín. Ég elska allt 80s, ég elska 80s músík, ég elska tónlist og mér alveg saman fólk er að grína þetta er bara bestu 2 áratugur í mínum mati. Og líka það 90s finnur ekki betra kvikmynda áratug. Nei, ég er svo samanlega. Finnur ekki betra. Paldi árið 1999. Brjála. Farðu við listan sem myndi sem kom út þarna. Fight Club, Matrix. Var ekki Sixth Sense. American Beauty, já. 99? Já, 99 var bara eitt klikkað ár fyrir kvikmyndir. En ég er svolítið samanlegar og 90s myndir frá 90 til 2000, eða þess að 90 til 99 það er svo mikið af myndum sem komaðan út, sem voru geggjar og sem voru líka gerðar fyrir fullorðið fólk. Það er einmitt að vera að segja á þetta PG-13 dæmi kom út og eyðilaði allt, en svo þeir gerðu Die Hard mynd sem var PG-13, hún var alveg fín 4 og 3, þau voru bæði PG-13. Nei, 3 var arðið. Die Hard with a Vengeance með Samuel Jackson. Ég meinti 4 og 5 voru. Já, 4 og 5, voru PG-13. Ég sá ekki 5. Hann fekk ekki svona að segja yippee-ki-yay motherfucker. Tekur byssun ekki svona yippee-ki-yay motherfucker. Fekk hann ekki eins svona að segja taglínuna sína? Nei, hann mátti ekki blóta. Talandum movie references, já, lag og SoundCloud sem heitir yippee-ki-yay. Já, ég sá það, var eitthvað að googlaði og ég bara hann lítur að elska Die Hard. Ég elska John McClane maður. Ég elska bara Bruce Willis. Hann er kannski piece of shit gaur svona in real life. Já, okkur alveg saman það. Já, okkur saman, hann gerir ekki myndir. Já, en talandi aðeins Die Hard að því að þeir fóru úr R-rated, bönnuna 16, yfir í bara banana 12-urinni, eða 13 í Bandaríkjunum. Ég var svo pirraður að John McClane bara sorry, ég er ekki að mæla að fólk reiki sígarettur. Nei. En hann reiki sígarettur. Og líka... Hann tekur verkeftöflur. Og líka, já. Hann þarf að vera þunnur. Hann er þunnur alla þriðmyndir. Hann var þunnur allar tíman og bara stútandi liði. Já, ógeðslega hann í liftunni hann atrið geggja þegar hann er bensnum að tekur hringin það er geðvikt. Þess vegna elska ég John Wick myndina svo mikið. John Wick er bara nýja John McClane, hann er svona miljónsinu betri útgáfa af John McClane. Já, þá ertu komið líka með alveg virkilega vel útvar hasardri. Já. Af því að í Die Hard, ég elska Die Hard, en þú getur ekki borið saman hasar þar við John Wick. Jú, er rétt hjá þér. Er þetta ekki svolítið sammála? Bara upp á koreografið. Já. John Wick er algjörlega sitt eigið. Það er allir að hermeti því. Já, nákvæmlega. Allir hermeti. Og svo er Old Guard og allt þetta dæmi. Djöfull var hún umuleg. Fannst það góð? Þetta var gott koncept. Þetta var bara Highlander. Já! Þetta var fucking Highlander og líka... Nema Highlander er betri. Netflix eru bara... Það gera hræðilega kvikmyndir. Án gríns. Svona útur þunnar. Fáum bara eitthvað fræðileikara og allir horfa á þetta. No. Ég get nefnt bara einmitt, eins og með, við erum að tala um 90s myndir. Við getum mögulega nefnt núna bara 25 myndir strax sem komið 90s. Sem eru betri en 99% sem Netflix var gert. Gattaca. Mástu Gattaca? Geggjuð, Ethan Hawke, brjálu mynd. Allar, Quentin Tarantino myndirnar. Þú veist, fullt af Michael Mann myndum. Fugitive, U.S. Marshals. U.S. Marshals, fílar hann ekki? Ok, ég elska Wesley Snipes. Já. Hún er alltaf lægi. Hún er góð. Ég elska Blade myndina, tætlur. Fyrstu 2 myndi ég. Fyrstu alltaf klikku. Nei, 2 mínu uppáld. Guillermo del Toro bara tók Blade á annar level, sko. Fílar á hans er leikstur það? Já. Já, er það? Já. Með svona ámyndin? Nei, hann er, alltaf þetta effekt svo dæmið er geggjað. Mér finnst bara... Orphanage, maður, alltaf þetta. Hann reyndar leikstir hann ekki. Er hann ekki að leikstir henni? Nei, hann framleiðir hana. Ok. En ok, myndin sem hann hefur gert. Jú, hvað er tala? Hann gerir þessa hræðilegu... Crimson Peak. Já, en ekki bara þarna... Mimic. Transformers dæmið þarna. Pacific Rim. Þessar myndir er mesta viðbjóður ever. Já, ég var samt að viðurkenna það. Þú elskar það. Nei, ég elskar hann ekki. Þegar ég fór hann í bíó. Já. Stundum ég er bara mjög einfaldur stundum. Já. Það er fín skemmtun. Ég ætlaði að labba úr bíó. Sástu 2? Nei. Ég ætla ekki að segja það. Ég ætla ekki að eyða tímanum í það. En með Blade 2? Já. Ég fíla hana. Það er líka svo geggja soundtrackinni. Líka Blade 1. Já. Þetta var tímabilið sem þú fórst og keifti soundtrack, mástu. Ég keifti og þeir settu metnað í soundtrackinu og svo
Batman Forever soundtrackið. Myndin ömulega, soundtrackið gæðugt. Fullt af góðum lögum þar. Málið, 90s var oft svona, kannski að myndin léleg, en þau settu þvílega vinnu í soundtrackið. Já. Svona ángríns. Það er lag á Batman Forever sem Method Man gerir, sem heitir The Riddler, sem bara á þessu soundtrackið og það geggja rapplega Method Man. Aha. Já! Shit. 90s movie soundtracks. En þeir gerðu líka fyrir Blade 2. Já. Það er eitt lag í þeirri mynd sem ég fíla Massive Attack mjög vel. Já. Þeir gera með Mos Def. Já, I against A, aja, ég elska þetta lag, Þetta er geggja lag. Elska þetta lag, ég lag bara, hvað er þetta lag? Ég fór bara að finna það bara, já, þetta er Mos Def og þetta er Massive Attack. Já, klikka lag. Ég hef notað þetta í lagi einhvern tímann, ég hef sagt, aja, against A, ég hef notað þetta í eitthvað, sko. Veistu það, ég dýrka þetta lag. En málega, mér finnst stöffið þitt. Já. Að ég dýrka, veist Massive Attack, mér finnst þetta mjög töff. Já. Og sérstaklega ég gera eitthvað svona, eins og með Mos Def, klikkalag. Svo gera þeir náttúrulega skorið fyrir Danny the Dog. Með Jet Li. Ég vissi það ekki. En þú sé hana? Langt síðan. Og maður sé hvernig þú fílaði hana? Hún var svolítið brútal. Hún er geggjus mynd, sko. Ég þarf að horfa hann aftur. Hún er líonleg. Já, er hún ekki framleitt af honum með það? Jú. Já. Hann leikstir henni ekki, hann framleiði hana. Já. En Massive Attack sá bara þeir sömdu kvikmyndaskori fyrir þá mynd og það er svo töff. Ég ætla að fara að downloada hann eftir. Þú downloadar eftir. Ólögulega, bara hluta. Ólögulega. Þú veist það. Come and get me. I'm a thug. Ég downloada myndir. En eins og þar. Þeir eru mér svona, þetta er þungt. Já. Það er góðu bassi og svona. Mér fannst, þegar ég hlusta á staffið þitt, ég var bara eitthvað, þetta er heavy dót, sko. Já, þetta er Balatron, maður. Já, hann verðist vera helviti góður. Oh my god, hann var að gefa út plötu núna. Fyrsta elvi, hann er með plötusamningu í Breitlandi hjá, Juku og var hjá, stað sem heitir Meth Lab. Og hann gerir tónlist sem heitir Halftime. Okay. Svona elektronist eitthvað og hann ættir að dreipa með hann sér þetta þú ert í útskýrðu nú vel en hann gerir ógeðslega þunga svona elektronist hip-hop í vafi beats sem er bara, ég kalli það keðjusjö tónlist hann bara, hvað er þetta tjens bara hljóma bara eins og ert bara að saga leikin í tvent með þetta já, ég dýrka svona já, Bjarki verður mjög gaman að heyra þetta frá þér það er svona eitthvað, þetta er svolítið þungt málega, kemur svolítið úr þungarokkinu já mínus var að byrja á svona þá er ég alveg all in öllu því þannig ég er ekki að tala um Kiss tónlist, ég er að tala um svona þungt fylgur Enzimi ekki ofalega á mér Cowboy músík, come on bro en ég verði ekki með það, ég er miklu meiri kvikmyndahámaður heldur tónlistarhámaður en ég er svona, ef ég heyr eitthvað þá veit ég alveg hvort ég fíla það ekki en ég tekka á þínu stöfi, ég er bara eitthvað það verður að grípa leið já, og það fucking gera það sko já, stundum þarf það að melta plötur en þú veist leið og hlustar á fyrstu 30 sekundur á laginu hvort þú fílar það já, ég er bara alveg samlega þú voru að klára allt lagi, bara nei, ég er búin að hlusta 30 sekundur og ég ætla ekki að eyða 2 mínútum og hlusta restina en þú getur sagt það saman bíómyndir, kannski ekki 30 sekundur en 10 mínútur og það er bara 10 mínútur? Nei gefur þess lengri tíma allavega 30 mínútur sko, ástæðan segi 10 mínútur af því að ef maður er kennt að skrifa myndir það er svolítið sem kallast inciting incident það er eitthvað sem gerist sem hendur myndina stað já, the pace of it já. Það á að gerast á blaðsíðu 10-12 og blaðsíða í handriti er cirka mínúta á skjátíma þess að segja 10 mínútur ég er ekkert að segja þurfa að vera blown away á 10 mínútum en ef ég er búin að horfa í 10 mínútur og það er ekkert að frétta þá verð ég pínu svona ok, hvað er að fara að gerast ég tjekka mig ekki út en ég er að segja að fyrstu 10 blaðsíðunir í handriti þær verða að vera góðar verkugrípandi verður að vera en ég ætla að fara með anstæðan að þú segir núna stundum við verið að byggja bara atmosphere tension eins og Kubrick gerir þú veit ekki að segja mig að gerist mikið í Shining fyrstu helminga myndinni en hann byggja upp þetta tension mér finnst fyrri helmingun á Shining miklu meira scary en seinni helmingun já, en það er endur alltaf með hryllismyndir er það ekki svolítið? já, sástu þið Invisible Man nýja, hvernig fylgur hana? Ég var ekki hrifinn. I like it. Aha. Hann að byggja svo, og það er ekki mikið að gera svona fyrst svona, býtu. En hún byrjar svona alveg cool. Ok, jú, það er rétt hjá þér. Hún byrjar cool. Ég þarf að vera sammálaður. Það þarf eitthvað að gerast fyrstu. Byrjunarnir þarf að vera töff. Já. Akkur heldur alltaf James Bond myndi byrja á okkur cool aðri. Já. En síðan eru hundleiðilega, veistu það? Já, fucking síðustu 4 James Bond myndir. Takk fyrir. Það er Skyfall. Nei, takk. Þetta er bara Home Alone með byssur. En Casino Royale. Já, hún er góð. Hún er gegg. Sko. Restin, drastl. Bara bring back Pierce Bronson, skilur.
Er það upp á Bond? Nei, ég ekki það mikið Bond-gur. Mér langar að sjá svartan Bond, Idris Elba. Mér langar að fara eitthvað allt þar átt. Sjá Stringer Bell? Sástu ekki Wire? Jú, hann ekki Stringer Bell, Stringer Bell. Ég held ég gæti samt ekki hort á The Wire aftur. Það er það þungt. Já, ég hef ekki séð þetta, ég hef bara séð það allar einu sinni. Já, ég líka einu sinni. En Sopranos er búin að horfa svona 5 sinni. Ég akkurat núna að binge-watcha Sopranos bara í 4. sinni það. Þetta eru, fólk gleymir. Þetta er góð þetta. Sopranos. Besta sem við hefum gert. Besta sjónvarpsefni sem við gert því þau voru brautindur. Já, nákvæmlega. Þau gerðu sjónvarpi að kvikmyndagæði. Já. Fattur þau gerðu bara það er sumið þættir. Bara eitt stakur þáttur Sopranos sem er bara betri en suma bíómyndir og sér. 99% bíómyndum. En svo þátturinn þeir í veturinn í skóginum að leita eftir rússanum hana. Já, Pine Barrens þátturinn. Já, þátturinn er bara briljant. Allt við það gott. Já. Bara samræðina, tökurnar, sögþráðurinn. Þetta er bara svona míní-bíómynd, bara svona geggjað. Bílað þáttur. Og ég er ánægður að heyra Hreinu Sopranos að þið mér veistu geggjaðir. Af því að mál er, þegar þeir kom út, eins og þú segir, þeir breyttu sjónvarpi. Breaking Bad væri ekki til í dag. Einmitt. Ef að Sopranos ekki kom út. Já. Allt þetta dót. Þetta anti-hero dæmi. Já, og James Gandolfini í þessum þáttum. Fættur í þetta. Það geti engin leikið þetta. Veistu það, ég fór næst í að gráta. Já. Þegar hann dó. Hann var líka góð dude. Já. Bak við tjöldin, he was a really cool dude. Já. Og þegar maður sá börnin, leikar sem leikur krakkarnir í þáttunum, þegar ég svona myndir af þeim, stelpni, mann eftir þetta, brendi í minni á mér. Hún var grátandi, þess að vera að bera hann, skilurðu. Já. Og ég bara hugsaði með mér, ég veit að hún lék ekki, hún svo lék bara dóttir hans, það var ekki dóttir hans. En bara sjá svipin á henni, ég fann svo til með henni. Og bara, hann hefur bara verið eins og þú segir, bara næs gaur. Ég sá viðtal við hana og strákurinn, bara daginn hjá Your Mama's House podcast. Og þau voru að tala þetta. Já, ég þarf að horfa á hann. Já, þau tala geðið mikið hann þar. Bara, hann var bara lítil pabbi þeirra og, Hvernig fylgur Tom Segura? Elskar Tom Segura. Ég líka. En hann, finnasti maður að mínu mati áður en ég kynntist Tom Segura var Bill Burr. Hann er ekki líka. Fórstæðan þegar kom til Íslands. Já. Fórstæðan á jólin. Þegar hann öskar jólatrið. Hann tekur 10 mínútur og öskar jólatrið sem er út af því að það er starra og er að taka upp allt mikið pláss og ljósin er á. Hann er að öskra íslenska jólatrið 10 mínútur, það geði veit. En hann finnast þess að hann kynntist Tom Segura. Já, er hann nummer 1 hjá þér? Nummer 1. Hvernig fílar Jim Jeffries? Ég fíla hann, en... Ekki eins og Tom Segura? Nei, Tom Segura... Þegar þú ert komin inn í þetta Your Mom's House heim, það er svo mikið engabröndurum og þið líður eins og sett í svona spes klubbi. Svo það fólk er að lesa kommenti út svona tengdur heilum Tom Segura heimi. Kannski er hann bara eitthvað fanboy döðan, sko, ég veit það ekki. En eins og með hann, það er eitt síðan eftir, því hann alltaf verið ofta Joe Rogan. Já. Ég kynist honum þar. Já, ég líka. Og ég er búin að horfa all stand-upina sem ég er svona ógeðslega fyndin. Já. En það var eitt sem að, mér minnir þetta hafi verið hjá Joe Rogan. Það sem hann er að biðja Joe að tjekka okkur vídeo, hann er alltaf að horfa okkur svona fyndin YouTube-vídeó. Og það er eitt vídeo, ég veit þetta er ekki fyndið, en þetta er samt fyndið. Okay. Það er svona bíll að bakka á svona bifvélaverkstæði. Já, Asjubónum hann. Já, hann spilar þetta miljónsinnum í podcastunum. Hann er alltaf að testa fólk, finnst ykkur að fyndið eða ekki. Og þegar Tom Segura hlæra þessu, ég grænji hlátur, bara alltaf að hlæra þessu. Þú verður að horfa podcastin, maður mætti halda að maðurinn er bara siðblindur, sko, hann er bara psychopath, en svona á grínhátt, skilur. Hann er grínisti maður. Hann er að tala um að drepa manneskjuna sem er á Starbucks alltaf og alltaf segja konu sína bara, þú veist, hvað það gerir, bara drepa hann, myndur þú bara hringja lögreglu, og hún bara, já, hvað meinar þú? He got my coffee order wrong every day. He deserves to die. You can't talk like this. You're not my wife. Þau var að rífast bara yfir. Að því konan hans er með honum í... Já, ég þóla hann ekki, maður. Ekki. Hún er byrjandi, hún er alltaf að tala kúk og eitthvað. Maður svona með fartmæk. Hún með í mörg ár og allir bara niður og hætti með hana fartmæk og bara svona alltaf prumpa í mæki, bara svona gæla, þetta er ekkert fyndið. Þetta er ekki fyndið. Þetta er þú var hérna núna bara með spesmækina fyrir okkur til að prumpi að við erum að gera viðtal. Það er ekkert fyndið. Þetta er ekkert fyndið. Nei. Bara nothing. Alls ekki. En já, með Sopranos, bara stutt frá því, við erum búin að tala um það. Já, ég tala endalaust með. Já, ég elska þá svo mikið og ég horf reglulega á þá. En það er nefnilega eitt í þeim sem að mér varst svolítið skemmtilegt. Ég las nefnilega bók sem heitir Difficult Men. Hún fjallar þessu upprisi í sjónvarpi þegar Sopranos kom út. Svo kom Breaking Bad og svona. Það segir David Chase. Hann sagði þetta við sína penna sem voru að skrifa þættina. Muniði, þetta verður að vera skemmtilegt.
Mitt motto mér finnst að bíómyndir er alltaf skemmtilegar. Hvað segir þú við því? Það er skemmtilegt, það er ekki því að brandarar. Nei, ég veit það er verið entertaining, skilur. En stundum get ég hort á mynd sem ég fílaði ekkert sögurþráin eitthvað, en ég fílaði, skilur, tónlistina eða hvernig hún tekið, og bara ógeðslega falleg, og mér finnst það entertaining á sinn hátt. Já, en hvaða mynd ertu með í huga sem er þannig? Eitthvað sem dettur í huga? Það var eitthvað mynd sem Casey Affleck leiki, ég manna ekki, og hann og konan hans eitthvað svona, þetta var hundlegli mynd, en soundtrackið og visually bara, hún hundlegli, ég bara, þetta er geðvegt, skilur, maður dettur inn í það, en já, entertaining. Getur þú hort á mynd? Ég svolítið rætti við vinkonu mína, við tókum upp eitt podcast þar sem við vorum ekki sammála. Já. Til dæmis Dunkirk, hefur þú séð hana? Ég er á leiðin að horfa á hana, þetta er eina Nolan-myndi sem ég ekki búin að sjá. Ok, en ég ætla að spyrja þig, hversu mjög skiptið fyrir þig, þú horfmyndir? Persónusköpun. Alla daga, maður þarf að þykja vænt persónuna maður. Já. Og maður svona, mannska deyru allir grátni, ég veit ekki um þessu mannski, I don't give a fuck about her. Það er viss list að byggja upp og láta þér halda með þessar manneski. Já, algjörlega. Að þú getur alveg verið með eitthvað svona anti-hero, eins og Tony Soprano. Já, en hann er samt ógeðslega redeemable. Já, og þú líka bara kaupir hann að karakter. Kaupir hann er mannlegur. Já, hann er mannlegur, nákvæmlega. Þeir sýndu hlið að manni, svona, við horfum alltaf bara svona ófreskur. Þetta er samt fólk, sem er fjölskyldur og vinn og ábyrgð og allt öðru sem við, but kind of the same, skilur, nema hann bara drepa fólk. Já, en svo Dexter er líka anti-hero. Já, en það sem er líka cool við þessa karaktera er að, eins og með Tony, þú ert að horfa á Sopranos, og hann dreipar eitthvað gæja, eitthvað mafjósa eða eitthvað snitts eða eitthvað. Þú er bara eitthvað svona, fucking nei. Ekki alltaf. Stundum. Þetta er alveg pussy í fyrstseríuna, hann var bara svona, man. Hann var pussy, maður. Hann var snitch. Hann var snitch, já. Og skilur þið? Já. En nei, gaur, þegar hann dreipur Michael Imperioli, hvað er karakter hann eftir? Christopher. Þegar hann er bílslýsinu og hann kaffar hann. Já, nú var það í það líka, þetta eru 20 organ að þetta. Já, drífðu að horfa á Soprano, skilur. Það atrið var svona... Já, það er afbreking. Af því að Tony er líka asni, en það sem ég vildi segja, ef að Tony hefði bara eitthvað þætti, allt inn bara skotið eitthvað random konu út á götu. Það er allt annað mál. Það er sem að segja. Já. Það er eitthvað svona kód, líka með Dexter. Já, það er kód. Já, það er eitthvað svona kód, eins og með Leon. Já. Það skiptir máli. Vó, gaur, þetta er alveg rétt hjá þér. Það verður eitthvað svona human faktor við hann er ekki bara siðblindur morðingi. Nei. Þó hann sé siðblindur morðingi. Já, hann er ekki bara siðblindur morðingi. En ég held að samt suma fyrir utan kannski Dexter en þau eru kannski ekki siðblindur, þau eru bara svona product of their environment. Bara þau neyðast til að drepa, kannski líði ekkert vel með það en þau viti að þau verða að gera það. Já, en líka því við erum að tala um mafíuna, þetta er bara svolítið businessin. Já, hann fór til sálfræðings og Tony var að eiga vandamál við þetta. Hann var eiga gríðilega sálelega erfiðleika, hann var alltaf byrgjað, hann var að bæla allt niður. Já, hann var ekkert það slæmt, þetta var bara product of his environment, alinn upp í þetta. Látin vera, skilur, the king of Jersey, skilur, frá pappa sínum alltaf dæmi. Það er alveg rétt. En talaðu James Gandolfini? Já. Það verður að spyrja því einu mynd. Já. True Romance. Oh my god, ég vissi hún til True Romance. Ég bara vissi það. Já, hann var óþokkið þarna. Hann var, það atrið, þegar hann lemja Alabama. Já. Það er brútal, sko. Heldur þetta er í lyft í dag? Já, já. Er það? Finnst þetta ekki verið orðið svona eins og bíómyndir í dag? Þetta er orðið svona eins og að því hann er sko að berja konu í þessari mynd. Já, í buff. En málið er þetta er samt list, hann er ekki að berja hann í alvörnin, skilur. Nei, ég veit það, en þú veist það hvernig fólk er orðið í dag. Fólk í dag, núna er þetta svo mikið PC culture, sem er gott á sinn hátt, en það þarf að draga mörkin, fattur þú? Já. En þegar kemur að list, þegar fólk er að skapa eitthvað bíómyndir og tónlist eitthvað, fólk er ekki að taka sér nærðis nema sem með eitthvað hate speech eða fattur maður ekki neonazisti eða eitthvað á lögunum sem er í bíómyndunum. En já. En hvað finnst þér um það? Eins og því nú ert þú að gera eitthvað, þú ert að gera rapplög og þeir langar til að semja eitthvað texta og þeir langar til að segja eitthvað sem er umdeilt. Ég er ekki þannig típa. Nei, en finnst þér eigi að vera þannig að bara neð þú mátt ekki gera það? Nei, auðvitað ekki. Og ég er ekki að tala um að vera með eitthvað hate speech stefni. Nei, bara tjáningafrelsi, bara fólk með að segja þessu. Bara trúur á tjáningafrelsi. Og kvikmyndir líka bara tjáningafrelsi líka. Já, eins og Martyrs. Já. Ógeðsleg mynd. Já. En ég vil samt tala um þessi til, að því að svo sem gerði hana hafði eitthvað að segja. Einmitt. Það má ekkert svona listrænt má staðina. Nei.
það verður að vera evolving. Já, og það þarf að íta á línuna, sko. Já, það sem gerir það fallegt. Já, algjörlega. Ég nefnir ekki að fara eitthvað mindless shit alltaf dag eftir dag. Samt horfum á mindless stuff dæmi. Ég horf á Friends og sem ég er mjög Friends fanatic. Ég veit aldrei horfa á það í dag. Ég reyndi að horfa á nokkur og ég bara, hvað, akkur væri að horfa á þetta? Hvað er betri, Friends eða Seinfeld? Seinfeld alla daga. Það er ennþá gott. Það er geggjað. Það er, fólk bara, hvað er Seinfeld? Nei, þið fattu ekki, þetta er skrifað svo vel. Þetta er brilljant. Góði brandarar. Ég ætla bara að segja núna, ef þú hefur hort á Seinfeld og þú fílar ekki Seinfeld, það er eitthvað að þér. Og líka ef þú segir, já, þeir voru alltaf lægi, Kramer var góður. Já, Kramer var góður, en þeir voru allir góður. Eins og George. George er bestur, sko. Það er bara geðveikur karakter. Þeir eru allir siðblindir. Þeir hata allir hvernig, þetta er hræðilegt fólk, en það er ógeðslega gaman að fylgjast með þeim. Ég veit það. Þú heldur með þeim samt. Algjörlega. En þá ætti ég að spyrja á þér, það við erum að tala Friends og Seinfeld. Við erum að fara svona inn í hana, það er bara geggjað. Já. Í sambandi við svona laugh track. Það er dautt. Ekki gera það, það er dautt, það er löngu dautt. Er það ekki? Já, löngu dautt. Það er bara aðstæðanlegt í dag. Aðstæðanlegt. Ég get ekki hort á eitthvað Big Bang Theory og eitthvað svona dót. Nei, ég get það ekki. Ég hef gert það. Já, eða How I Met Your Mother. Já, ég hef alveg gert það. En núna, sem svona 5 ára eitthvað bara, en ég get ekki. Þetta er pirrandi. Þetta er, eins og þú segir, þetta er úrelt. Já, úrelt. Útdautt. Já. Hvað finnst þér svona góðu grínþættir í dag, eða svona nýlegir, kannski síðustu 5 árin? Ég byrja að horfa AP Bio. AP Bio? Nei, ég veit ekki hvað þetta er. Hefur þessi Sunny þættina? Orðið Sunny? Já, ég svo einn og einn þátt. Þeir eru svona Seinfeld on crack. Okay. Það var taglína þeirra, skilur. En aðleikarinn því þetta er Dennis, hann með nýja þætti sem hann leikur hérna þess að brilljant hann leikur hérna fyrrverandi philosophy professor í Harvard sem missi vinna og þarf að kenna advanced placement biology in his old high school og hann er geðvikt merkileg með þessi, hann er svona philosophy skilur, svo hrókafullur og hann er með alla gáðasta krakkarinn í skólanum í einu bekk en hann ætlar ekki að kenna þeim biology heldur hann er að nota krakkana bara til að fá revenge á gamla vinnufélagi sinn svo alla kennslustundirnar þeir bara plotta til að get revenge on people that he hates með þetta brilliant concept og þetta er svona sitcom þættirinn eða? Já, það er engin laugh track en þetta er sýnt NBC Já, ég get ekki þetta laugh track út Nei, ég get það ekki Hvernig fílar Arrested Development? Það var geggjað það er bara hérna þeir voru svona undan sinni tíma þetta var svona binge-þættir fyrstu 3 serien var góðar já, geðveikar þetta er svona þættir sem þetta koma þér inn í fyrst er svona hvað er ég að horfa á ef þú komin inn á karakterina þá er þetta brilljant það voru aðra þættir sem þessi gaur gerði með gaur sem heitir hvað heitir leikan sem leik Job magician-gaurinn Will Arnett já, hann gerði þættir með saman gaur sem gerði restöfnum sem heitir Wild Out eða Wild, já Wild eitthvað, það var ein seria það fyrir svona billionaire gaur íslensku the son of a billionaire sem geðið svona privilege og svona og hann er alltaf í stríði við ríku nágrunina sína það geðið ekki þau fengur bara eina seríu brilljant sko bara fyndi, ef þú fílar Development hvað heitir eitthvað Wild Running Wild heita þér, já Running Wild, ég þekki það ekki Running Wild öskraði mækin já, þetta er Running Wild, geðvikir með Will Arnett en sástu, ertu búin að horfa eitthvað á Rick and Morty? Já, ég fíla Rick and Morty já, því þú talar um Back to the Future já, þetta er nú bara Back to the Future on crack sko. þetta er svolítið þannig maður sé líka alveg þeir sem er að gera þá þætti að elska Back to the Future þetta er líka mjög þetta er svona þætt sem læti hugsa það er mjög ógeðslega fyndið þú ert bara eftir að horfa á þættinu og bara svona wow, hvað var ég að horfa og svo verður bara að hugsa heiminn og svona, já Þetta Þetta eru skemmtilega sögur sko. Já, mjög skemmtilega sögur Útpældar svolítið líka Ótrúlegt hvað þetta er vel skrifað Ótrúlegt með þetta sem líka teiknum þættir Já, einmitt Alveg mjög góður Ég verð að spyrja líka eina mynd á henni í gleiminni Ég held að þú myndir fíla að þú ert ekki búin að sjá hana Sástu Upgrade Já Guðurinn sem skrifaði þessa mynd hann skrifaði Saw þessi Whitell-gaurinn, hann geðugur geðveikt koncept myndi var góð en mér fannst að vanta aðeins inn í hana já, hún var aðeins og stutt ég dýrkaði þessa mynd hún var þetta var konceptið geggjað mér fannst ég bara að fá svolítið svona nýja Robocop herðu, já skilurðu? Já af því hún er mér finnst þú vera svona pínu 90s mynd þetta er svona svolítið 90s mynd já, hann er greinilega influenced af 90s þessi handisöndur og ég er bara, þetta er hún í haug mér fannst hún geggjuð
og hún ofbeldisfull, cool hasar henni og það ein önnur mynd sem er geðveik og mér fannst það svo mikið 90s mynd það Equalizer með Denzel Washington já, ég horfði líka nú 2 geðveika myndir mér fannst 1 túrarpetri fannst það 2 góð? Mér fannst 2 líka góð, 1 þetta best sko ég gat ekki hann að tölvu gera storm hann í lokin ekki, ok, nei, það var hræðilegt ok, jú, það enda dæmi var hræðilegt fór í gamla hús með konu sína eitthvað sem að tölvu gera stormur Equalizer geðveikur, Denzel Washington geðveikur hann er bara svo fucking harður í þeirri mynd já hann nota alltaf byssu en þurrka bara rússnesku mafíu já, hann bara hann var svona gæver eitthvað bara búið til sprengjur og naglabyssur bara I like it hvernig fyrir það Denzel Washington? Dýrkan hann er svo eins og leikurum sem sko hann leikur alltaf sama karakterinn en þessi sama karakterinn er alltaf geðveikur hann er bara það góður fattur finnst þér að leika sama karakterinn? hann er bara Denzel Washington þú sér hann aldrei fara eitthvað þylda range fattur hann er geðveikur leikari hann leikur yfir alltaf bara sterski kallmaðurinn já, en finnst þér samt, ok, þá ætlum ég að koma þess að móta þessu svo með Training Day já brjáluð svo með Flight hvað mynd segirðu? Training Day hvað myndi það? ég er að pulli ég var líka þú lítur að sjá hana en sástu Flight? já, hún geggjuð I love that movie ok, hann var mjög góð hann var hann svolítið vulnerable alkoholisti það er líka bara eina myndi sem hann er vulnerable sem hann er ekki hetja fattur hann er yfirleitt hetjan og sigrar í endunum reyndar, nemi í Training Day já, en hann sigraði samt pínu já, það samt já á skotin varst ekki, það er svona thugs drápan já, endurinn, já, auðvitað hvað er hann með þér? eitthvað King Kong, ain't got shit on me I'm putting cases on all of you you'll be in Pelican Bay eitthvað, þetta er geðveikt atriði með þér þetta er klikkuminn talandi það, er ekki David Ayer já, sem gerði hana nei, hann skrifaði hana hann tók fúka leikstunni geðveikt, hann gerir Fury skrifaði, David Ayer hann gerir Harsh Times ég elska David Ayer I love that dude, right sástu myndin sem gaf út þann daginn með Shia LaBeouf Tax Collector? já nei, ég hef ekki séð hana er hún góð eða? hún virkaði lélega nei Guður, Shia LaBeouf hann fekk öll tattúin á þessu líkunum hann fekk full body tattoo fyrir þessa mynd í alvörinu eða ekki? og þetta atriði sem sést tattúin er í svona sekundubrót nei, ok ég var svo spenntur ég bara, oh my god ég elskar Shia LaBeouf ekki eitthvað leikari og ég bara, Shia LaBeouf, David Ayer, yes The Tax Collector er án efa eina verstu bíómyndum sem hefur gerð ég skil ekki hvernig þið fengu peninga og ég skil ekki hvernig allir bara fórum með tökulega bara já, þetta er flott, green light hver hugsaði bara já, þetta er bara, viljum að gefa þetta út ef einhverju sýnt mér þessa mynd, ég bara brenda hana núna bara sett inn í ruslið hún er það léleg, hún er ekki svona B-mynd svona F-mynd er bara drasl hún er bara drasl þvílík sóun á Shia LaBeouf það sem ég finn Shia LaBeouf til þess þú fílar hann? með það geðvíkuleikari sástu Honey Boy nei, ég eftir að sjá hana og The Peanut Butter Falcon Hála Peanut Butter Falcon, hún er geðvík ég þarf að tjekka þeim hann er ekki Fury líka, geðvík Fury já, mér fannst upp á Shia LaBeouf myndi mín er samt öruglega Lawless ok, hún er geðvík Disturbia líka, en Lawless er geðvík hann og hérna Tom Hardy, elskar Tom Hardy með þegar hann kýlir gæjan hálsin með hnúajárni það er svo töff hún er grjóthörð þessi mynd sko. hún er hörð sko. Shia LaBeouf er svolítið vannmetinn sko. þetta er flott leikari já, allir leikar sem er unni með hann bara líti upp til hans Brad Pitt lítur upp til hans bara, þau alltaf þetta er besti leikar sem unni með já, er það? já, sérstaklega Fury þau bara, þegar hann er setti núna Tom Hardy líka þetta, þau fylgja bara þannig methodaktir hann Shia LaBeouf þau fylgja bara allt sem hann gerir hann er bara geðveikt respektið í leikarheiminum en það er gaman að heyra það af því hann alltaf byrjaði sem krakki hann er barnastjarna fór ykkur höngi núna í dag, sem við árin sér viðtölvinn og svona hann viðurkenna hvað hann mikil fáiði skilur hann í greina, hann fór í meðferð og fór virkilega að vinna í sjálf þessar þú sér gríðilega mun á hann núna það var tímabil sem var svona ég veit ekki alveg með Shia LaBeouf en ég fílaði hann fyrst úr Holes Disney myndi ég sá hana þá var ég bara, hvað er þetta? Hún var alltaf leið. Hún var alltaf leið, skilur. Hún var svona fjölskyldumynd. Skemmtileg mynd. Já, en talandi Shia LaBeouf og Tax Collector. Ég hef ekki séð hana, en ég svo trailerinn og bara sorry, þó að Shia LaBeouf sé fínn leikari, þá er ég ekki að kaupa hann sem eitthvað er hræddu. Nei.
það líka hann er líka karakter hans byggður upp hann kallað þetta allir skítræddi við þetta ég ætla bara að eyðileggja myndina fyrir ykkur því þetta er hundlegili mynd og bara skammast ykkur fyrir að horfa á hana þegar hann deyr í myndinni skilur og hann dreipur enginn í myndinni fólk ráðast inn og hann á að vera eitthvað rosalegur allir skítræddir hann er bara drepinn og veistu hvað, hann er með svona litla svona snöfnúst dettandi eitthvað ekki með svona revolver jú, þú veist hvaða badass verður með eitthvað litla pea shooter nobody glata, hvernig byssur þú að sjá harðagörunum með? Alla byssunum sem notið í Desperado 6 Hour Desperado ég fór út seinast ég fyrir alltaf gun range það er svo gaman að skjóta og ég er alltaf bara do you guys have the 6 hours og það er bara everything movie Desperado og hann er 2 já veit, fyrst ég ekki tala um Marazzi ég tala um þú ert að tala um Banderas já hann skýtaði út erfandar já, þetta eru 6 hour 6 hour, 2 þannig já og ég fór að fullt á svona gun range þannig að ég fann einhver fatt ekki hvað er talað bara the 6 hours from Desperado ég fann á það fyrir undir lögga hann vissi ekki að tala bara yeah Antonio Banderas yes Antonio Banderas og hann með 6 hours ég bara yeah og hvernig fílar skjótur 6 hour? Elska skjótur byssur en er það upp á spyrsaði? Nei, ég bara á þeim tímabil var ég bara 6 hour ég elska 6 hour bara Desperado byssunar ég skaut á 6 hour það? Já, ég var spenntur. Ég skaut, þetta var á Flórida. Já, ég var líka í Flórida. Var það? Já. Það er svo fyndið að segja frá því. Ég skaut fyrst í San Francisco. Rétt fyrir utan San Francisco. Okay. Þetta er vist ekki leyft í borginni sjálfri. Já, það? Já. Ég hef aldrei verið á Vesturstundina. Þeir eru vist aðeins strangari. Okay. Og þetta er fyrst skipt sem ég bara skaut. Ég hafði ekki eins og skotið úr haglabyssu það Varstu hræddur? Nei. Ég var pínu smeykur fyrst. Aha. Ég var ekki alveg viss. Það var bara svona, svo eftir á bara, þetta ekkert mál maður. Þetta er svo gaman. Þetta er svo gaman. Þetta losnar allt stress, þunglindu, stressaður, þetta leysir allt. Já. Þetta allir að fara bara einu svona, ekki, í stæðan fyrir að vera rektina, bara skjóta byssur. Já, ég er sammálaður. Ég sérst fóru til San Francisco, skaut þar. Og þeir eru svolítið svona strangir. Þeir spurðum bara, hefur þú skotið áður? Ég bara, nei, ekki hvorki ég en vinur minn. Þeir eru þá að fara námskeið á okkur. Þannig við erum að mæta minni daginn eftir eða eitthvað, fórum svona enga námskeið. Já. Sem var okkur sýnt á byssunar og svona og við fengum bara að taka með okkur eina í einu inn á reynsið og svona. Já, ég farið þannig, já. Það eru bestu reynsir hérna. Já, en svo fórum við til Flórida, nokkrum að segja það. Og ég fór með pappa og bróða minnum og ég labbaði inn. Og ég spyr, megum við skjóta það? Jöpp. Hvað vil ég prófa? Ég segi bara, hvað megum við prófa? Bara sem viljið. Ok, hvað megum við taka margar inn? Bara svo vilt. Hann vil labbaði minn með 3 skammbissur, 1 riffil, 1 vélbissu og milljón skot. Þú þekkir það? Ég gerði það. Já, þetta er sjúklega gaman. Það er scary. Ég fíla að fara á gun range-in þar sem professionals að sína mátt bara með eina byssu. Ég fór þess að þú talum það var allt MP5 og allt bara, og ég bara, hvað margar byssur? Ég var bara með 2 byssur bara svo bíumundunum, og mér fannst þetta bara svona þetta ætti ekki að vera leyfilegt. Ég er þetta með hrúa byssum. Ég var komið blöðrur á þumlunum að hlaða hilki. Svo $300 í byssukúlu. Vinir mín fór að borða. Ég ætla að koma að borða með okkur. Nei, skildi mig eftir. Kom og sóttu mig eftir þið búið að borða. Ég ætla að klára þessum byssuskotin og ég bara hlaða þetta. Ég elska þetta, sko. Ég líka. En mér finnst það persónulega, ég skil hvað við. Það er meira scary. Já. Ef þú fær bara að gera svo vilt. En mér finnst það samt skemmtilegra að því svo fyrir ég á skaut með félögum minnum fórum á UFC út í Tjekklandi Prag, bara ár síðan það fórum að skjóta þetta er aðeins svo stránt þar þú veist, ég er fór að hlaða byssunar sjálfur setja magasin í og kúlunar í magasinu og ég fekk ekki að gera það en svo bímyndin að gera, ég vil gera eins og John Wick er að gera svona, ég líka hvað move hann gerir alltaf move, hann alltaf að checka hann tekur henni slætið niður þess að tjekka þessu kúla í þetta er bara allt í þessar mynd svo geggi, þessi lítla atriði maður kannski að læra þetta en hversu mikið var til að fara á reynsi sem hann fekk að þessu oh my god, Joe Rogan líka bara að gera það já, hann alltaf hann ég bara veist, ég myndi borga mikið pening já, bara þjálfaður þetta er bara gott að læra þetta skill já, ég samanlegar hver veit hvað gerir sem að þarf að eiga þessi skills áttu byssu? Nei, ég fengi byssulegu ég hef 8 byssu ég átti ólega haglabyssu og svo myndir ennþá til að mér á Facebook já, gaur bara vissi hvað mikið
fáið ég var með hanakamp, aflitaðan haglabissu, þú veist tjekka á gömlu Facebook-myndin mín frá svona 10-15 árum þú verður bara, Varstu bara alveg þögg þá eða? Nei, ég var bara vitleysingur, hangkring, vitleys fólk maður fannst eitthvað að vera töff, eitthvað skilurðu En byssur ég veit þetta þess að drepa en þær svona töff Þær eru töff Þær eru ógeðslega töff Bera virðingu fyrir þeim Bera virðingu fyrir þeim, þetta ekki dót Nei, þetta ekki dót þetta, maður ekki að leika sér með þetta Nei Fannst þú finna að þú væntar að leiki með byssur bara dót þegar þú hélst fyrst bara eins og skambissu alvöru skambissu fannst þú ekki finna mun bara eitthvað svona, þetta ekki djók Nei, fyrst að hugsaði var bara þetta alltaf mikið power fyrir mig að hafa í hendina á mér og þetta bókslega hanna bara til að drepa það er engin önnur notkun fyrir þetta Nei, þetta samt bara tól samt Já, þetta samt dangerous tól bara killer tool Mér fannst þetta mjög scary mjög gaman en scary Hvað kom mest á óvart þú varst að skjóta þarna á skambissum og svona? Hvernig átt að beina stundu, ég fekk einu svona hilki inn í hálsinn á mér og brendi mig, ég bara vissi ekki hvað heit og svo eitt skipti bara passa alltaf að vera með undir þú veist, ég greip einhvern tíðan byssu og þá fer það aftur og reif allt inn upp hjá mér mitti maður bara vitlaus skilur þess að fara á staði þar sem fagmenn að sína þér kenna þér algjörlega bera virðingu fyrir vopnin það alveg máli og líka bara alltaf að koma fram með þessu hlaðin og fylgja reglunar aldrei labba út með hlaðna byssu eða bendana Nei, aldrei þú ætla alltaf að hafa hann á puttun og hangandi og sína hún þessu óhlaðin alltaf passa það það kom mér mest óvart þegar ég skaut fyrst með skambissu að mér var svona tiltölu auðvitað að hitta þá ég alltaf bara að skjóta á eitthvað spjald ég ekki að skjóta á manneski sem að hlaupa eða eitthvað ég mér komið smá óvart Ég var ekki góður. Nei, það var eitthvað, I was missing something. En varst það vanda þig? Smá. En samt ekki? Þú varst bara að tæfa magasinni? Ég var að tæfa magasinni. Ég reyndi að þetta svona, ég ætla að prófa að vera góður. Ég bara svona, já. Ég nefndi ekki verið í marga dagar en að vera eitthvað góður að skjóta. Nei. Ég vildi bara fá að tæma. Hefurðu prófað vélbyssu? MP5. Já. MP4 eða eitthvað. Löggubyssurnar. MP5? Já. Það eru ekki kraftmiklar, það er bara eins og venjulega, þetta er bara 9 mm. Mér finnst bara sem að skjóta loftbyssu. Já. Mér finnst ekkert mál að skjóta þeim. 22 kalibra er dótabissa. En mér finnst ekki mikill munur að skjóta úr MP5 sem er 9 mm en 22. Mér finnst ekki. Mér finnst 22 bara ekkert bara svo kvellibissa. Mér finnst bara MP5 að vera þannig. En þú ert komin í AK? Ég hef ekki prófað það, sko. Ég testaði það í Tékklandi. Ekki geggjað. Það geggjað, sko. The most durable talandi byssur Lord of War. Já, hún góð. Geðveik. Sami gaur og gerði Gattaca og Truman Show. Andrew Niccol. Já, hann leikstir ekki Truman Show. Hann skrifar Peter Weir leikstir. Já, Peter Weir skrifar. Hann leikstir í Truman Show. Já, Andrew skrifa. Andrew Niccol skrifa það. Það er bókamál. Já, ég er algjör byssur nöttari, mér finnst það svo skemmtileg. Já, Lord of War er góð. Hún skemmtileg. Jared Leto. Þetta ekki eftir í Jared Leto leikur ekki mörgumyndum, en þegar hann leikur í mynd, hún er alltaf bara klassísk. Fílar hann svona vel? Já. Nefndu bara myndin sem leikja, það er allar klassíkar. Suicide Squad. Já, ekki nefna Suicide Squad. En ég samt fílaði þennan, mér langar að sjá þetta óutgefið auka 40 mínútur á Joker. Sem Ægir gerði? Já, en talandi Ægir, ég ætla að spyrja þessu. End of Watch. Góð, I like her. Hún er dröldu góð. Já, hún er svona in your face, svona alvöru, hún er svo gritty. Já. Það líður eins og ert þarna. Já. En ég er nefnilega þóla oftast ekki svona eitthvað. Svona handheld shit í sammálaðir, eins og Cloverfield og svona, já. Ég þóla ekki. Þóla ekki. Stop shaking the fucking camera. Já, lefum bara sjá. Já, lefum bara sjá, eins og svona bormyndinar, bardatir, þriðja Taken-myndin þegar svona, sástu, það er virkilega atrið í Taken 3. Ég nefndi ekki sjá. Þegar maður stekkur yfir grindverk. Já, ég sé það á YouTube. Já, þetta er 5 sekúndur atrið, það er klift 14 sinnum, bara reyna að hafa þetta spennandi að hætti, bara gauðin fór yfir grindverk. Það er ekkert spennandi við þetta. Þau reyna að fela hvað er ekki spennandi með því að vera með hraða klippur. En taldu Taken? Já, fyrsta ekki. Fyrsta. Ég er búin að horfa Taken svo 20 sinum. Hún er geggjur. Manstu sást hana fyrst? Já, ég var blown away. Ég líka. Líka Liam Neeson sem
sem, veist, ég man bara eftir frá Schindler's List og eitthvað svona mynd. Michael Collins, Rob Roy, já, bara eitthvað svona Star Wars. Já, geðu ykkur leikari en ég bara svona, býtu, og hann var bara, hvað var hann, 60 hengir þessa mynd? Allavega 50 plus. Já, allavega. Og hann var að fucka gaurum upp, sko. Fucking Luke Besson framleiti þetta líka, ekki? Jú, jú. En ég, veistu það, í mínum huga ekki til framhald á tekin. Nei. Ég nenni ekki að sjá 2 og 3. Ég er búin að sjá það, sko. 2 er allt í lagi. Er það? Er þetta ekki eitthvað svona, núna taka þér konun hans? Já, hún er samt allt í lagi. 3 er bara lélegur Law and Order þáttur. Nei. Jú, hann er sko, það er svona, hann drap konu sína þegar hann freyma hann fyrir morð konu sínar. Oh my god. Þetta er hræðilegt. Eitthvað sápa bara. Já, það er bara sápa, bara viðbjóður. Og svo, auðvitað er vondi gætin stjúpa, það er allt svo klísukent. Ég hata myndir sem svona insult your intelligence. Ég líka. Fattu það? Þóla ekki. Já. Svona, ég veit alveg hvað fyrir að gerast. Ekki, og líka eitt, ekki vera með heimska karaktera, ekki láta á gera eitthvað sem ég veit er myndaldri að gera. Einmitt. Ég kannski horfa okkur á vísindamenn, eins og mér dettur bara einu í hug núna. Prometheus. Svo stóð hana. Já. Þú veist með svaka klára vísindamenn, þið fara okkur að alien plánutu, svo byrja bara að klappa ykkur slöngu. Who would do this? Engin. Þið fóru líka á plánutu sem þið átti ekki að fara á. Nákvæmlega. Þú veist, það var engin security precautions tekið. Samt ég fíla allt sem Ridley Scott gerir, sko. Ég fíla það tætljós. Aha. Oh my god, ég er að horfa nýja þættina. Raised by Wolves. Er það góður? Er það góður? Guð, hann og sonur hans leikst til þetta. Einmitt. Ok, ég er nýbúin að tala við vinn minn. Fyrstu 3 þættin kom út. Ég þarf að tjekka, ég er spenntur þessu. Ég elskar sci-fi, skilur. Ég bara ekki að horfa á þetta. Horfa fyrstu þáttinn og ég hvað er þetta? Næstu ég búin að tapa mér. Ég var bara, hvað rugl þetta? Hún rugl falleg, þannig ég held mig að ganga að horfa á hana. En gaur, ef þú kemst ekki eins og fyrstu 3 þætti, þetta er brilliant sci-fi. Þetta er þætti sem er út að horfa á eftir svona, ekkert hvað er í gangi. Og í staðin fyrir að fæða þau upplýsingar, svona feed you information, þau láta þið hægt og rólega að fatta hlutana sjálfur svona, já, þú fyrir að púsla sjálfur, þau eru ekki að púsla fyrir því, þú ert að púsla sjálfur og það er brilliant. Þannig að vera. Þannig að vera. Já. Ég horf að 4/5, þau eru aðeins slappir en fyrstu 3 þættirnir. Ef þú fílar sci-fi. Er þetta míniserja? Eða er þetta bara season 1? Ég held þetta bara season 1, sko. Ok. Ég horf að fyrstu 5 og það er greinilega ekki búið, það hlýtur að vera meira. En talandi um sci-fi, sástu Devs? Ég horf fyrstu 3-4 þættina. Þeir eru að grípa mig. Þeir eru masterpiece, þú ert búið með það. Já. Og eitthvað guður sér þess að þætti, hvað gerir? Hann er eitthvað bímandi. Alex Garland. Já, hvað sci-fi mynd gerða? Hann gerði Ex Machina. Já, auðvitað. Annihilation fannst mér líka geggjuð. Geðvik. Hún er, það er falleg mynd. Það er mindfuck. Já, hún er geggjuð. Hún bara totally blows your mind. Hún er scary, en samt, þegar þú hrættur, þú er samt svona, wow. Ég hrættur það svona áhugavert. Ég með minni líka að hann hafi skrifað mynd. Hann leikst inn ekki, hann hafi skrifað mynd. Sástu Dredd. Skrifa hann Dredd? Með minni það. Hún Geðvik. Með Karl Urban? Já, Geðvik. Geðvik. Ég bara segi vinni mínu, nei, þetta er ekki svona, nei, Dredd. Þetta er geggjum mynd. Þetta er mynd bara, þau gerðu mynd bara, most true to the comic books. Já, hann tekur aldrei þessi hjálminn. R-rated, já, tekur aldrei þessi hjálminn. Nei, hún er hörð. Og þetta er eiginlega bara, skilur, Die Hard in reverse. Já. Hann er bara að fara í byggingu og vinna sig upp, bara eins og tölvuleikur. Og eins og Raid, þú sást þær vantar. Já, verið góður. Þetta var svolítið Raid-legt. Já, mér að fyrsta Raid þetta er eiginlega sami sögurþráður. Já, eiginlega samlega. Mér var sama, vel gert. Það var eitthvað flott. Alltaf svo slow-mo atriðin með skjóta gæja eitthvað í gennum kinnina. Já, mjög flott. Þessi mynd var gerð bara fyrir eitthvað $30 million eða eitthvað. Kosta ekki raskat. Sem sýnir, þú þarft ekki eiga mikið pening í góður myndir. Nei. Ef þú gefur kvikmyndaframleiðendur og mikið pening, þau hættu að hugsa. Þau fara bara auðveldalegir. Ef þau minna pening og þá fara að hugsa meira, hvað getur gert með hennar pening, skilur? Já, hann líka bara, ef enginn segir nei, það er bara ekki gott. Það er ekki gott. Eins og með Matrix, þú talar hana, dýrkalvægt Matrix. Fyrstu myndina, já. Nákvæmlega. Og það sem gerist þeir gerir fyrstu myndina, þær, í dag, svo 2 og 3. Þá sagði enginn nei. Og þá fengum við bara eitthvað reifadriði sem var í hálftíma. Já, Akkur voru þau að dansa þarna í 20 mínútur. Akkur er ég að horfa á akkur cave-reif, skilur við? Hvað er í gangi? En bíladrá töff. Já,
en hefði bara ekki gert nein framhöld Matrix var að tala eina bestu myndum of all time. Hún það samt. Já, en framhaldin eyðilegar svolítið fyrir það. Finnst þér 2 og 3 eyðilega fyrstu? Já. Spenntur 4? Nei, what? 4 að koma út? Yep. Nei. Og kannski bara eru geðvikir. Það gerir mynd Bound fyrst áður Matrix. Hún geðvik. Já, geðvik. Þú veist, Speed Racer, hún falleg og flott. Ég fíla hana. Ég fíla hana, þetta er skemmtileg mynd. Sem fjölskyldumynd. Já, en máli þeir eru að reyna of mikið þetta, Jupiter Ascending, viðbjóður. Já, það sem að Channing Tatum að skauta okkur Hann er skautandi úlfur úr geimnum. He's a skating wolf from space. En mér finnst líka Mila Kunis ekki skemmtileg. Því miður, hún er ekkert spennandi. Nei, hún það ekki. Mér finnst hún alltaf eins. Og karakterinn er viðbjóður. Já. Hún gerir ekkert, henni bara láti allt, þannig er það opposite að byggja karaktera. Hún gerir ekkert, hún alltaf verið að bjarginni, hún nennir ekki hennu, hún á bara að vera eitthvað queen, þið skýt sama karakterinn hennar. I don't give a fuck. Mér alveg sama. Í samanlega. Hvernig fyrir að Cloud Atlas? Ég hef ekki ást á hana. Já, þú ekki séð hana? Nei. Mér finnst hún ekki. Já, mér finnst hún, fólk búin að segja hún svo rosalega þung. Ég persónulega ekki alveg sammálaði. Þegar ég hugsa mjög þungamyndir, þá hugsa ég Assassination of Jesse James. Já, ég get aldrei hort á þetta aftur. Það er mynd sem er leiðileg. Hún er bara leiðileg. Ég meina það allt sem þessi fíluna. Mér fannst hún hundleðileg. Hundleðileg. Ég var bara vákaði mikið sóun að leikurum hérna. Ég veit það. Ekki Brad Pitt í henni. Jú. Hvernig fílar hann? Elskar Brad Pitt. Í dýrkan. Elskar hann. Ógeðslega góða leikari. Já. Bara eiginlega allt sem hann leikur í er gott. Já. Getur þú nefnt... Mynd sem hann lélur í? Leiðileg? Mexican... Hún var ekkert spes. En leiðileg mynd með honum, ég að hugsa Curious Case og Benjamin Button, hún var hundleiðileg. Fannst hún góð? Það var cool sögurþráð, sko. Það sant? Já, já. Ég man ekki Deathlinni samt. Ekki David Fincher. Jú. Elskar David Fincher. Seven og The Game, Fight Club. Seven? Nei, ég var að spá í því og Fight Club er listanum. Fight Club? Já, það er ógeðslega klísjund, Fight Club. Fight Club er bara, hún er bókin, bíómyndin, hún er svo relevant sama hvernig horfa á hana. Já, þetta er bíómynd sem breytti heila kynslóð og er ennþá að breyta. Já. Ég óskaði þess að Project Mayhem myndi bara gerast í alvörunin. Einhver myndi bara sprengja upp alla bankana og kreditkortafyrirtækin, destroya alla serverina. Ég er ekki svona svolítið hrifin af chaos, þess vegna elskar ég Jokerinn í Dark Knight-listum mínum. Ánægð með þig? Já. Ok. Myndin ætti bara að heita The Joker. Já, finnst þið það? Já, hann á þessa mynd, alltaf hann er hitinn í þessa mynd. Já, finnst þið það? Ertu anarkistið það? Pínu. Já, ok, það er svolítið. En hann, Jokerinn, náði að accomplisa það sem Batman gæti ekki. Hann útrýmdi öll gengin. Hann tók út allt spiltaliði úr lögreglunum og hún dæmi. Hann uppræti allt saman. Viltu meina hans er góðu gæðin í þessari mynd? Hann er ekki góðu gæðin eða vondi gæðin. Hann er bara chaos. Hann vil bara sjálfbrenna. Já. En á sama tíma hann er tilbúin að fara góða ekstra mal sem Batman getur ekki gert. Það er svona alltaf að segja, reyndi að drepa mig. Já, þegar hann veit hann getur ekki drepa. Veit hann getur ekki drepa. Nei. Já, Dark Knight og listanum. Já. Hvað erum við búin að tala um? Við erum búin að bladra svo mikið. Hvað erum við búin að tala um margar? Er ekki búin að tala um 3 Fjórar eða eitthvað? 4? Kíkt á listaðinn. Kíkja hérna. Oldboy, auðvitað. Já, tölum aðeins um hana. Af því þeir endurgjörðu hana. Fucking hræðileg. Ég elska Josh Brolin og spegli í góður. En hvað er það spákur? Hún hræðileg. Hættu þessu. Hættu. Það er líka verið endurgjörða Scarface núna. Já, en svo er það líka endurgerð. Brian De Palma myndin er í rauninni endurgerð. Var ekki komin svona gangstermynd? En ertu virkilega með það mikið hrók og þú getur toppað Brian De Palma Scarface? Og toppað Tony Montana, það er ekki hægt. Það er ekki hægt að toppa Tony Montana. Nei. Það er hægt að toppa hinanda 1920 svona, my man, we're playing a cup of tea, ekkert mál að toppa þessa mynd, gamla Scarface. En þú toppar ekki Pacino sem Tony Montana? Nei, ekki sens. Hvað er uppáðast Pacino hlutur ekki þitt? Svona hans framistað. Er það ekki Tony Montana? Veit ekki, Tony Montana? Nei. Veistu hvað mynd ég elska meir en Scarface? Carlitos Way. Ég var að gefa þátt í dag sem heitir Scarface og Carlitos Way. Ég var félag með að tala um það þær. Það er vanmetið mynd. Mér finnst hún betri. Þeir finnst hún betri? Mér finnst hún betri. Miklu betri línur og miklu betra
hún bara betri gerð og ég finn meira til með Carlito en ég finn með Tony Montana. Tony Montana meira svona vittlýsingur, skilur svona jealous vittlýsingur sem ástfangin af systur sinni og eitthvað geftaði. Carlito að gerum og líka, hann á sér draum. Hann að koma svo út úr þessu, skilur. Já. Endin að where we going to for breakfast. Allt þetta voice-over þessi geggjað. You think you're big time? You wanna die? Big time. Og þetta er svo gott atrið. Okay, I'm reloaded. Og hann var búin að drepa alla, hann vissi ekki. Þetta er geggjað atrið. Þetta er miklu betra atrið en öll atriðin í Scarface. Þetta atrið þennan í púlhálunu. Það er ekki svo spennandi. Það er svo spennandi, já. Þú veist sjálfur ekki alveg, einhverjan eftir, þú veist, og svo fer hann út, það er enginn annað, en þá, þú búin að vera svo tense. Algjörlega, þetta er bilu mynd, maður. Og Sean Penn. Oh my god, ég var ekki að glemma, geðvikur hlutverki. Rosalega. Bara geðvikur hlutverki. Og þegar í lokinu á þeirri mynd, þegar hann er að sækja, hann ekki Big Tony eða Fat Tony eða eitthvað. Benny Blanco. Nei, þess að þetta er Sean Penn og Carlito fara á botnum, þegar bjarga, Sean Penn segir við Carlito. Já. Hann segir bara, hei, ég meitt plan hérna, þú voru að hjálpa mér. Og þetta er bara fálið plan. Ég voru að fara að bjarga okkur mafíbossa, hann verður í sjónum. Já, þetta kjaftaði. Algjör kjaftaði. Svo drepur hann. En Carlito, hann var svo meðvirkur. Já. Hann var það. Hann var að hjálpa svo kallar vini sínum. Hann var ekkert vinur. Hann sagði ekki nei. Nei. Og hann fannst þess að hann skulda hann eitthvað. Hann skulda hann ekki raskat. Hann var algjör piece of shit. Já. Algjör óþarfi. Algjör óþarfi. En svo þegar Sean Penn er í botnum. Og hann er eitthvað að lemja. Byssuna ekki. Nei, hann tekur kúbin. Já. Kúbin. Og þannig að berja hann í hausinn. Bara hvernig Sean Penn leikur þetta. Mér fannst þess að vera að drepa mann í alvörunni. Þetta er gott atriði. Það er rosalega atriði. Þetta var geggjumynd. Geggjumynd. Þú setur hann fyrir ofan Scarface. Já. Brian De Palma gerði líka, ekki? Jú. Svo var ekki að gleyma, maður sko skrifaði Scarface? Oliver Stone. Oliver Stone, já. Ég er ekki mikill Oliver Stone maður samt. Nei. En ég elskar JFK. Já. Það er upp á... Þetta var til þessu listan minn. Er það? Finnst þú svona góð? Einn vinn minn sagði góð línu, þetta er dýrasta studentfilm of all time. Hún er mjög skrítin. Já, þannig er Oliver Stone og auðvitað Quentin Tarantino sko handritið. Hann þóla ekki sem mynd. Já, en samt þessi myndi sko, það sagði engin nei við hann þarna. Og það var gott að enginn sagði nei. Hann gerði bara bústar þess að vildi. Þessi myndi svo út, þetta er svo sírutripp að horfa á þessu mynd. Woody Harrelson og Juliette Lewis. Það er allir. Þú veist, Robert Downey Jr. í þessu mynd. Það er svo mikið af hvað heitir hérna Two-Face og US Marshals Fugitive. Tommy Lee Jones. Það er svo mikið geðveikur leikur í þessu mynd. Ég elska þessi One Killers. Já, þú elskar hana? Já. Ég þarf að sjá hann aftur, en ég var miklu vonbrigði sem hana. Ég bara fíla Woody Harrelson tellur. Hvað sér þau? Ég fíla Woody Harrelson í tellur. Ég dýrka hann. Já. Það er ekkert annað hægt. Juliette Lewis finnst mér líka geggjuð. Já. Hvernig fílar From Dusk Till Dawn? Geggjuð. Því þú fórst hann í bíó, fólk fattir ekki, ég sá einhver trailera og í trailerunum ekkert sýnt að myndum breytist. Ég fór hann bara vennilega, bara hey cool, þetta er geggjumynd, svo bara byttum við, erum við í vampírumynd? Þetta geggja tvist á þetta. Svo þú horfður eitthvað spennumynd, eitthvað svona glæpamynd, svo allt breytist þetta í vampírumynd. I love it. Mér finnst hún bara geðveik. Hún er geðveik. Mér finnst hún líka svo, hún er skemmtileg. Skemmtileg. Og hún dansar á línunni í svona B-mynd, en hún er bara svo skemmtileg, eins og segir. Og líka bara dialogi á Tarantino. Geðveikt. Hann er þetta að leika oftar. Hann er geggjaður í þeirri mynd. Allt sem hann leikur í er gott. Já. Þó hann ekki gert það oft. Hann leikur oft í þáttum. Hann leikstýr og leiki hérna Alias þáttunum einhvern tímann. Já, hann leikstýr. Hann gerði eitthvað CSI í þátt. Jú, líka CSI. En leik hann í eitthvað? Já, hann leikur gömlu myndum Erik Stoltz, þarna línan sem var að tala Top Gun. YouTubeaði Quentin Tarantino Top Gun og það var attribíuminn sem hann skrifaði sem útskýra Top Gun and the gayest movie ever. Já, ég er búinn að sjá það. Já. Ég man ekki hvað mynd það var samt. Eitthvað léleg Erik Stoltz mynd. Eitthvað drasl. Já. En From Dusk Till Dawn, klikkuð. Desperado, ég var aðeins frá henni hann aftur, en þú nefndir hann aðeins. Nei. Já. Hún er klikkuð. Já, hún er bara svona sjúrum að bara krrt. Hún eldist kannski ekki nóg vel. Finnst þið það ekki? Nei, út af tæknibrellunum, var svona, þetta er of mikið, svona, eftir maður bara horfa myndir svo John Wick, það var svona, þetta er ekki John Wick, sko.
en á þeim tíma var þetta brilliant. Og ég maður þegar ég sá hana fyrst, ég var auðvitað bara úlingur, ég verið 14 ára eða eitthvað. Já, það var... Salma Hayek. Já, oh my god. Það var heitasta mannvera á jörðinni. Sem bara hafði lifað, fannst mér. Ég var ástfangin, ég bara Salma Hayek, I love Salma Hayek. Og Banderas, hann ekki ómyndalegur. Og hann með þetta síðahár. Já. Það ekki margir menn sem púla það. Nei, hann púla þetta good looking man. Hann rosalega myndalegur. Já. Og hann svo töff. Þessi mynd bara hot og hún bara hot. Þetta bara sexy mynd. Þetta sexy mynd. Í alvörinni? Já. Salma Hayek, Antonio Banderas og Silvulita 6 Hour. Talandi sexy kvikmyndir. Nei, býtu. Þetta voru ekki 6 Hour. Þetta voru Rúgar. Rúgars. Ég svo fegin að ég fatta það. Heitir ekki 6 Hour Rúgar, fyrir ekki 6 Hour? Nei, þetta ekki 6 Hour byssa. Við þurfum að googla það eftir. Þetta Rúgar byssur. Það? Já, en ég samt skotun henni. Já, ok. Ég var fyrir vonbrum að hún jammaði hjá mér, en ok. Hæ? Já, jammaði, já, ok. Ég tala með kynlífi kvikmyndir, ég þoli það ekki. Finnst það leiðilegt? Já, minnst ástardæmi, ef þú góður ástarmyndina og notebook og eitthvað svona, en ég þoli ekki þegar kynlífsættri, menn það yfirleitt eru kynlífsættri tengist sögð þegar hann mikið neitt. Finnst þú geta sleppt þeim? Bara sleppt þeim, þetta er bara tímasóun. Ekki nema þessi crucial fyrir plottlínuna. Eða eitthvað random sexættri bara til að vera sína brjóstu eitthvað. Menn það er bara tilgangslaust. Líkið Desperado? Það býður sexy svona aðri. Já, en það er bara eitthvað svo heitt, fattur þú? Já, ég skilði. Fattur þú? En eru þetta ekki thrillerar, fílar þá? Basic Instinct? Já, ég fíla þessum tíma. Já. Það var svona tímabilarna. Eins og Dead Sea með Al Pacino, hvað er þetta? Með honum... Sea of Love. Sea of Love. Já. Sliver. Já. Sliver er önnur mynd, hún er geggjuð. Og hún líka alltaf verið. Hún er alltaf verið, hún er geggjuð. Ég man ekki til góðum kynlífsatrum með þeirra mynd. Nei, ég fegin að svo myndir ekki gera lengur svona erotic thrillers. Finnst það leiðilegt? Já. Ég er samt elska Basic Instinct. Já, hún er geggjuð. Það er líka Paul Verhoeven sem gerir hana. Já. Þú fílar Robocop? Auðvitað. Starship Troopers? Auðvitað. Já, þú er rosa góða smæð. Þetta eru myndag fyrir maður, þú líka. Nei, þess að fatta ekki með Robocop-myndinar og Starship Troopers að þetta er allt satire. Alveg 100%. Þú veist, talandi myndir sem geta ekki verið gerðar í dag, Robocop og Starship Troopers, þess að þeir eru bara bókstaflega að gera grín af Bandaríkjunum. Þær eru fyndnar. Þær eru fyndnar. Fréttaatriðin og svona dæmið, því líður svona að horfa bara The Onion Channel. Já, og líka eins og þeirra Ed 209, vélmenni í Robocop, vonda vélmennið. Þeirra testa og það skýtur eitthvað gæja hann alveg í tætlur. Hann fær svona 1000 skot í sig. Já. Og þá segir, minnum að lögregla eitthvað karakter, somebody get a doctor. Þú veist, eitthvað svona. Ég meina, það er bara fyndið. Það er hilarious. Somebody get a doctor, bara skotin í tætlur. Já, það er enginn svona bjargunum, skilur. Þú fær ekkert skurðlækning til þess að bjarga þessu manni, hann er bara döður. Þetta er, ætlar að segja mig það að Paul Verhoeven hafi ekki verið í kasti. Bara í hlátuskasti. Gerði hann ekki líka á Schwarzenegger-myndin hana? Total Recall. Já, það ekki. Ég elska myndin hans. Svo gerði hann eina, svona nýlega, kannski 15 ára gömul, sem var drullu góð. Black Book, sástu hana? Nei, hvað myndi það? Hún er hollensk. Hann er hollendingur í þessu leikstjóri. Já, ok. Hún var heldur góð. Hún var ekkert, gerist seinni heimstöðinni, hún var ekkert líka Robocop, en það er drullu góð mynd. En eins og með það, með Paul Verhoeven, þessar myndir, Robocop, Total Recall, Starship Troopers, hvað er þessar myndir í dag? Já, þessar dökkar komedjar. Já, sem eru bannar innan 16, opetsvullar. Við fengum upgrade, en hún er ekki eins fyndin, það er samt fyndin dótið í henni. En þú skýrir hvað við? Hvað er þessar myndir? Þessar dökkar hlið. Já. Í dag er þetta bara, þetta eru overage myndir sem ég fíla alveg. Endurgerðir. Allt bannað 12. Já. Þetta er leiðilegt. Og þetta er Deadpool kom út. Já, ég var svo ánæður með Deadpool og Logan fannst mér eða það, mér fannst það 70% góð. Þetta er best overrated mynd ever made. Og varstu samt að, ok, hún byrja að gegja þegar hann stinga gæjana. Já. En fannst þið töff þegar það voru eitthvað svona ískrakkar frist eitthvað vondikallin og svona hópur af krökkum. Það var glata. Ok, krakkaatriði var lélegt, sko. Það var svona, en hún var töff, stelpan. En ég hef elskað Wolverine svo mikið og mér fannst hann aldrei vera portrait rétt í neinu kvikmynd. Nei.
þú veist, það til heilu myndina sem hann drepur kannski 6 gaura eða eitthvað í öllu mynd. Þessar mynd, hann drepur 10 gaura bara fyrstu 5 myndunar. Og stingur það. Já, alveg, brútar, hann blótar. Wolverine að blóta, hann bara fuck this, fuck that, shut the fuck. Já. Svona á það að vera. Gera meira kvikmyndi fyrir fullorðna. Ég sammála. Þú ert ekki að fara að tapa pening. Ef eitthvað annað, þú ert að fara að tapa pening að gera PG-13. Mér finnst það. Þú missir svo það held að, og við erum að missa svolítið með hópa að hafa hann arreitið neð, þú ert að missa hvað þetta að segja? Þú erum ruglaðar. Þú ert að tapa í rauninni með að gera bara PG-13. Já, ég tala það, þú ert að tapa, þú heldur sér græða en þú ert að tapa. Sjá bara svo Joker. Já. Bönnur 16 fórum við sko $1 billion í Bandaríkjunum. Hún var ekki svo það óblæðskend, fólk var að tala með bara brútal ofbeldi. Fólk svo klikkað. Það kannski 2 atriði þarna. Já, en hún samt rosalega fullorðinsleg. Já. Allt í þeirri mynd. Já. Varstu hrifin að henni? Já. Einu sem horfði á hana, hugsaði, þessi leikstjóri þarna, þessi grínleikstjóri þarna, ef Darren Aronofsky hefði gert þessa mynd, þetta var Darren Aronofsky legt, þetta var svo, Darren Aronofsky the king of depression, bara svona byggja svona, líður bara illa. Ef hann hefði gert Joker, hún hefði miklu betri. Já, hækki ekki að leikstur. Þú veist að hann átti að gera Robocop-endurinn. Já, sástu Robocop-endurinn samt? Já, ræðilegt. Bönnum 12 ára? Já, viðbjóður. Búningunum eitthvað svona. Það er ræðilegt. Þú getur ekkert breytt eða bætt búningin í fyrstu myndinni. Það er viðbjóður. Eins og atrið í Robocop, ég elskar Robocop. Atrið í þegar hann að æfa svo shooting range. Allar löggunir með eitthvað svona baunabissur, svo sér maður bara svona, hvernig þetta tekið upp, þá er hann með eitthvað svona sjálfvirka, þetta svo geggjað atrið. Þetta er Desert Eagle sem var eitthvað breyttur. Var þetta ekki bara svona beretta sem var bara með framlýningu? Þetta var ekki Desert Eagle. En hvað skutu, 5 skútum í einum eða eitthvað? Jú, þetta var eitthvað svona, já. Þetta var svo törst. Stúta liði, sko. Og hvað hann geymdi byssuna. Opnaði slærið. Já, það geggjað. Love Robocop, maður. Peter Weller, maður, geggur. Það geggjaður í henni, maður. Hvað voru að tala undan enna Robocop? Joker, Darren Aronofsky. Já, þú veist, hann ætlaði að hafa ástarsinni með Robocop. Og já, hann var byrjað að taka upp Robocop-myndina, sko. Ertu klár því að hann byrjað að taka upp? Já, hann var byrjað fyrstu production dæmið. Já, svona pre-production dót. Já, hann handið svona dæmið og bara production var byrjað. Já. Og þeir bara, við viljum hafa 3D. Og hann bara, ég er ekki fucking James Cameron. Ég er Darren Aronofsky, ég ger ekki 3D myndir. Nei. Og svo ok. Og svo kom herru, ég veist ég með ástarsinni. Við gerum ekki haft ástarsinni hérna. Jú, við ætlum að hafa ástarsinni með Robocop. Og það var ástæðan hvað hann var rekinn. Hann hélt fast og bara, nei, ég ætla ekki að gera Robocop en ég fæ ekki að gera ástarsinni. Þeir hafa ekki þóraði? Nei, auðvitað ekki. Þau gerði líka krappmynd, sko. Hún var hræðileg. Ekki svona góð bara fyrir skemmtun eða... Ég myndi aldrei horfa hann aftur. Aldrei. Ekki heldur. Ef hún í sjónvarpinu, ég slekk á sjónvarpinu frekar. Ég myndi frekar horfa á þennan vegg hérna. Já, ég myndi horfa á þetta logo hérna. Bíoblæði podcast í 3 tíma en að horfa á ekki Robocop aftur. Endurgerna. Taka það skýrt fram. En svo líka framhaldsmyndana, það var reyndar ekki góðar. 2 og 3. Jú, ég fíla 2 dælur. Er það? Hún er miklu uppaldið á mér. Með Kane. Mér fannst hún ekki. Var það ekki eitthvað svona dópdæmi? Já, svona dópdæmi og svo heil hann settur svona vélminni og mér fannst hún miklu dekkri, sko. Já, er það? Já, reyndar, náttúrulega fyrsta er svona svört komedi og svona. Já. En hvernig varst að fíla krúu sem að Robocop bara eftir í fyrstu myndinni? Geggjað. Leikarinn sem leikur í That 70's Show. Pappan. Kurtwood Smith. Já, geðveikur leikari. Leikur Clarence. Já, þetta er geðveikur vondikall. Hann er piece of shit. Vondikallin mínir þurfa að vera pieces of shit. Já. En líka cool. Eins og hann kemur og tala við gæjan hjá, var þetta ekki OCP? Já, fyrir ekki já. En ekki reykjanda með hann líka. Já, hann kemur eitthvað svona, það eru konur hjá hann og hann segir bitches leave. Já, bitches leave! Geðveik lína! Og þetta er in the 80s. Bitches leave. Bitches leave og hvernig hann deliverar þessa setningu. Svona, ég hati ekki. Ég verð að spyrja út í eina mynd líka. Já. Við erum búin að bladra held ég alveg í, hvað er? 1,5 tíma. Já, þetta er samt svo gaman. Já. Ein mynd með Bruce Willis, ég er svo hættur að gleyma þessu, og hún svo gett að spyrja út í hana, sem ég finnst vera svakalega vanmetin. Hvernig fílar þú Last Man Standing? Veistu hvað? Hún var... Fílar hann ekki? Hún var góð, en það sem ég datt út úr var ekki John Woo eða eitthvað sem kvikir þessa mynd? Nei, Walter Hill gerði hana. Já, alltaf það skauti einhvern, það fluguði svona 100 metra. Ég fíla það! Ég fíla það ekki! Alltaf, go, svo bara fluguði. Ég dyrka það! Já, þú fíla það ekki? Nei.
Ég vil nefnilega, eins og byrjandi þeirri mynd, hann kemur inn í bæinn og hann svo fucking svalur í þessari mynd. Bruce Willis alltaf góður. Og hann með 2 byssur hér. Ég líka að elska, ég sakna þess. Byssur undir öxl. Byssur undir öxl. Eins og allir í dag, allir að herra með John Wick, hann með þetta bara við mjögum. Já, bak við hérna. Já, það svo cool að vera með í byssubelti. Verið hlýraból og byssubelti. Og þegar hann tekur gæjan, ég veit að þú fílar þetta ekki, en hann stendur hann það, þetta svo einví. Hann eitthvað gaur og ríða og kjafti það. Og hann segir, hann stúta bílnum hans. Brýtur ljósa bílnum hans. Og svo fyrir að hittir hann. Segir bara, ég þarf að tala við. Og hann bara, já, hvað er það að segja? Og hann eitthvað voðharður. Og hann með líka byssu. Hann með eitthvað svona pea-shooter. Svo fer Bruce Willis í jakkanum og með 2 svona Colt, alvöru byssur. Og hann tekur þetta upp og skýtar með báðum byssunum og gæinn þeytir. Hvernig getur ekki fíla það? Þeytir. Og meðan hann í loftinu, þá skýtur hann á hina gaurina sem voru svona skrifstofu. Ég þarf ekki að horfa hann aftur. Þú verður að horfa hann aftur. Ég sá hann ábygglega fyrir svona 20 ára með. Treystu mér, þetta er svo töff mynd. Já, ég var bara svo vel eftir að fluga þetta svo mikið. Það er geggjað. Og var ekki alltaf, þetta voru mafjósugaurar í einhverju gamla kúregambæ og eitthvað stelpaðarna. Þetta er rauninni svo endurgerð. Það komu 3 svona myndir. Þetta er allt sama sagan. Kurosawa gerir fyrstu myndina, hétt Yojimbo. Heldur sig að bera rétt fram. Það var svona samara mynd. Svo gerði Sergio Leone Fistful of Dollars, sama saga. Þetta, já! Svo kemur Walter Hill með Last Man Standing. Herru, ég var eiginlega að tjekka hann aftur. Þetta er mikið af svona samara myndum, endurgerði eitthvað svona nútímalegt. Já. Sýnir mig hvað hann hefur undan sinni líka. Já. En já, ég með datum bara í huga því mér var svona ógeðslega töff. Takk fyrir að nefna þetta, ég vil að kíkja á hann aftur. Ég held að það er að gefa hann annan séns. Ég man hún lukkaði líka feitt. Já, og hann er bara svo cool. Hann heit John Smith í myndinni. Hann heit bara John Smith. Allir 90s karakterar heita alls hvort John, Jake eða Joe. Og hvernig fílar þú? Nei, J.B. það er alltaf J.B. eins og Jason Bourne, James Bond og Jack Bauer og 24. Það er ógeðslega mikið J.B. Já, hann satt aðlega hjá eitthvað svona njósnurum eða eitthvað svona CIA-gurum eða eitthvað. Já. Einsamt spurningi við búið í samtöðu Bruce Willis. Hvernig fílar þú að lesa Boyskatt? Elskar hana. Bílu mynd. Elskar að Boyskatt. Það er sem Joe Hallenbeck. Karakterinn hans? Hver er Joe Hallenbeck? Joe Hallenbeck, karakterinn hans Bruce Willis. Ég heiti hann Joe Hallenbeck, já. Þetta er svona primo John McClane típa. Hann var eiginlega bara John McClane í sig. Hann vaknar þunnur með eitthvað róttuðna á sér. Já. Í hlýraból, krakkina poti eins og hvernig þetta er lífi. Og hann segir, það er símur að svingir. Hann vaknar, fucked up. Og hann vinur að spjóna, hvað ætti hann að gera? Hann bara, I think I fucked a squirrel to death. Það var íkvöldni. Og það getur sig. Hún er fyndin líka. Já, ég horfði hann bara daginn. Hún er geggjuð. Guðmaður. Guðurinn að gera eldarna. Og svona, do that again, I'll kill you. Og það er eitthvað bara, Told you I was gonna kill. Stúta á hann, sko. Það er geggjumynd. Hann leikur, þessi karakterar eru svona everyday guy. Já. Og hann er ekki eitthvað vel þjálfaður, eitthvað kung fu gaur, hann er bara svona normal dude sem bara fokkar ekkert í. Nei, hann er bara harður. Hann byrjaði þetta með John McClane. Er það ekki? Jú, svona everyday guy. Já, þess vegna kom allir sem myndi með Steven Seagal og alltaf, hann bjóð til þetta. En Seagal var samt cool í gana það, maður. Fílaði hann ekki? Jú, ég fíla alveg Under Siege og Above the Law og allt svona, þegar ég var krakki en hann er bara svo viðbjóð mannvera. Já, hefur það áhrif á þegar þú horfir á mynd? Stundum. Já, er það? Já, ef ég fer að fatta annars Kevin Spacey, elska Kevin Spacey. Já, leikari. En ég get aldrei hort aftur á Kevin Spacey mynd. Ætlar ekki að horfa að segja hann aftur? Ég veit ekki hvort ég geta. Í alvörunni? Því hann er viðbjóð mannvera. Bara eitthvað rapist, skilur. En eins og LA Confidential. Ég veit það, that's what makes it so hard. But why, Kevin? Why did you be a piece of shit, man? Ætlar að kötta bara úr? Opinberlega, já. Í podcastin segir ég já. Já, ég mun aldrei horfa á Kevin Spacey mynd eftir, aldrei. Ég næja alveg aftengi mig. Sérst að kötta á. Það maður á að gera það. Af því að þó hann sé ógeð. Þetta er ekki vinu minn. Nei. Ég er ekki bara að hanga með honum. Það er brilljant þegar hann gerir. Hann er bara drullu góð leikari. En hvers oft getur þú sagt þetta? Skilur bara svona, já, og svo Roman Polanski, elskar Roman Polanski, hann er líka piece of shit. En er það ekki nóg, eins og með Spacey? Hann er örugglega ekki að fara að leika aftur. Er það ekki nóg refsing? Að það verða aldrei framtíðarmyndin með honum? En hvað, eigum við þá líka offa gömlu?
svona fólk ekki nóg refsa, skilur, hann þá frægur og ríkur og þú veist, hann ekki refsa, misti bara hobbyið sitt, skilur sem var að leika? Já, hann misti bara ásturinn sína eða eitthvað en Kevin Spacey, hann svo góð leikari maður. Já, en nú ert þú að Rósun. Ég veit að Þetta er erfið, þetta er flókið. Þetta er flókið, sko. Það er demi flókið. Þú veist, ég elska Michael Jackson, skilur og það er ekkert aldrei sannanett hann það er ekkert sannanett þannig að séð og fólk var ég hlusta bara Michael Jackson, ég bara svo ég elska Michael Jackson. Ef þú elskar ekki, þá er ég að tala lögin hans. Já. Hann er ég held að hann sé ógið. Hann er furðu, hann er ekkert heilbrigður, skilur. Nei, en sástu heimildaþættina hana? Já, en Finding Neverland hana. Já, hann er bara mest að kjafta yfir. Það er Leaving. Það er ekki frekar Leaving. Leaving Neverland eða. Já, en fannst það að kjafta þig? Mér finnst þetta allt þetta mikið af þessu liði sem er þarna úr blöng, sko. Þú er bara að missa alla peningin sem fengur fyrri dæminu. Þú meinar. Tímasetningin á þessu mjög astaleg. Mögulega. Þeir eru búin að fara í réttöld áður það var að þeir voru að ljúga svo okkur myndi koma tilbaka þenni dáin. Já, þetta er flókið og ég samt til ég horfði á þessu mynd eða þess að þetta, ég var bara svona, já, ég trúi en, við veitum það ekki en bursið frá því þá finnst mér bara lögin á svo góð skilur, að ég get alveg hlusta á hann í dag við erum konar á svona það getur líð illa myndið þið líð illa, ok, ef þú fengið bara staðfestingu nei, ég get alltaf Michael Jackson, ég elskar það mikið sko. Já, þó kemur staðfesting, menn hann var bara ógeð þú getur samt hlusta á löginas nei, eftir ég horfði á Surviving R. Kelly og ég var geðvigur R. Kelly þetta ég er að tala ég elska R. Kelly bara, ég bjóð til sko ramma í minn uppáhaldsdiskum og eina plötur hans er á því og ég get aldrei notað hann að spegila en þetta sem ég þess að heimildamynd ég var bara Var þetta ekki bara eitthvað raðnauðgari og eitthvað? Bara geðsjúkur, halda í minni herbyggi og pissandi í fötur og þú vilt að ringi og sér hann svarta símtöl bara já, hún að borða hann og hann gefa hann að borða skilur maður bara svona, what the fuck Er þetta áhverju þættir eða? Já, þetta er 6 þættir Surviving R. Kelly Ég þarf að tjekka því maður og hann er í fangelsi for a reason skilur Já, þetta er piece of shit Bill Cosby er í fangelsi for a reason Einmitt Ef 30-40 manneskjur að segja sama hlutinu því líkunir eru það ábygglega satt nákvæmlega, skilur algjörlega ég las ógeðslega gott greini eitthvað í gær þú veist hvernig var það ef eitt gaur ef gæla sefur hjá 50 gaurum það er svona það er bara drusla ef hún ásakar hann eitthvað nei, þetta slátur svo ég slátur svo sko Ég ætla ekki að klippa þetta allt út allan þáttinn annars heyrur í lögfræðingum mínum Ok, en förum aðeins í að léttara þetta út Ok Sylvester Stallone og Arnold Schwarzenegger þegar þeir eru upp á sitt besta Já Hvernig fílar það? Elska það Hvað er með eitthvað svona góða Stallone mynd sem fílar? Stallone mynd, Cobra Er hún ofalega hefur? I like Cobra, ég elska þess að eitthvað myndir Já, en ég kannski myndi segja Cliffhanger Oh my god, já, Cliffhanger, geðveik Demolition Man Oh my god, ég elska Demolition Man Demolition Man er líka svona eins og Robocop feelingurinn skilur það er svona grín, svona dökk í vafa Sammála og líka Wesley Snipes sem vondikallinn hana sem Simon geðveik Geggjaður Arnold Schwarzenegger er upp á sitt besta auðvitað Terminator 2 Rosaleg mynd Já, 1 er alltaf lægi 2 er geðveik með því fá skipti sem framhaldið er betra eins og Godfather 2 skilur, er betra Finnst þér 2 betra? Já, miklu betri En Brando í fyrstu Ég fíla Brando en ég hef alltaf haft svona love-hate-relationship með hann Já, hann er þessi pretentious leikari sem fíla ekki svona ég er sko leikari og það er að mikilvægast í heiminum Finnst þér að vera þannig? Já, hann tekur starfið sitt ofalvarlega Mér finnst það bara hann sem Vito Corleone ég bara Já, geðvegt, hann er það bestur í Apocalypse Now það er bara, það er hann að shæna sko Hann er rosalega þar, mér fannst það reynda samt svo mynd ekki svakalega skemmt Nei Já, ok, við erum samanlega Já, og það er fullt af svona klassísku myndum sem eru svolítið ofmetnar Já, af því ég skil alveg Já, hvað fólk kannski Star Wars dæmið Fíla ekki Star Wars? Ég skil ekki, ég fatt ekki á tæknibreytun og svona dæmi en þessar myndir eru ekkert góðar Nei Þetta er bara svona fanboy stuff Ég fíla fyrstu 3 Já, en ekki með þetta fandom sem er í gangi með Star Wars En hvað aðra myndir þetta með á listanum?
Ég vil ekki gleyma hennu. Einhver góðmyndir? Já, bara kóðum með eitthvað sem við erum kannski ekki búin að nefna. Við erum búin að bladra svo mikið, þetta er búin mjög skemmtilegt. Amélie á listanum mínum. Franska myndin. Hún er geggjuð. Þetta er annað lista. Geðveik, sko. Geggjumynd. Og bara the colors á þessu mynd, sko. Og með þessi mynd er bara svo I love that movie. Hvernig getur þú hort á þessu mynd og ekki bara svona you know what, I love this movie. Þú bara elskar lífið eftir þessu mynd. Já, auðvitað. Ef ég þurfti að setja á ganginist, fyrstu tvö sætin hjá mér er Requiem for a Dream með Darren og No Country for Old Men með Coen Brothers. Hún er geggjuð. No Country for Old Men er, ég held, ef ég þurfti að velja eina bíómynd sem er uppáhaldsbíómynd of all time, er svo mynd. Já, það? Hvað fílar svona mikið við hana? Það er bara allt við þessa mynd. Bara, hún er spennandi, gott pace, það er hún aldrei leiðileg. Aldrei. Allir góðir mynd, það er engin aðalhetja, þú veist ekki mig hvernig þú ert að halda með, svona, fattar mig? Það eru 3 plottlínur í þessu, það er svo mikið í gangi og hún er svo spennandi og líka hafið bara dem í þessum mynd, þeir geðveikur, Josh Brolin er geðveikur, Tommy Lee Jones er geðveikur, allir geðveikur í þessum mynd og líka það er atriði þarna, þú færð ekkert closure, það er ekkert svona happy ending, ég fíla myndið sem svona skilja eftir bara svona, hvað var ég að horfa á og svo veitum ekki hvað gerði þarna í mótelinu, they shot up the motel og aðalhetjan, við fengum ekki að sjá svo kallar aðalhetjan að deyja og það var bara, hvað meinur og svo er svo kallar vondikallinn, hann fær bara að sleppa og svo er löggan hann bara, við erum ekki með byssir ég veit ekki mig hvernig að halda þetta er bara, I love that movie, Coen Brothers líka eru eina bestu kvikmyndagerðarmyndum ever. Finnst þér No Country for Old Men að vera bestu myndið þeirra? Já, mínum að Já, ég held sér samanlegar. En Fargo og Geðvik, þættin eru betri. Já, Hefur hótt á allar 3 seríunar? Mér varst fyrsta serían Geðvik. Billy Bob í þeirri seríu er truflaður. En ég gafst upp á 2, sko. Já, hún var aðeins oft. Var ekki að fara að sjá okkar geimverur og eitthvað? En 3. serían er Ewan McGregor. Alveg ekki. Leikur hann ekki ykkur tvíbura? Hann leikur tvíbura. Og myndu þetta allt sannsögulega sögur. Þessi þættir. Er það? Þetta er allt byggt á alvöru fréttagreinum. Nú, ég veist það ekki. Já, þetta getur þættir svo geða skemmtilega. Ok, ég þarf kannski að tjekka 3. Það er alltaf sjálfstæðar, ekki? Alltaf sjálfstæðar, sem gerir svo skemmtilegt. En hvernig fyrir hann Miller's Crossing? Hún er góð, en mér finnst hún svolítið ofmetin. Aha. Já. Mér finnst hún heldur góð. Já, hún er ekki, eftir hún bara horfa á Goodfellas og Casino, Miller's Crossing er ekki að vera að keppa svo það. Nei, já, þú myndir setja hana í sérst keppa af þær? Já, þetta er svona mafjósmyndir. Já, mér fannst þú bara, mér skipur börnir þeirra mynd ógeðslega góð. Ég kom bara bara góðir, bara öllu. Hvað heitir myndin hann með Tim Robbins? Hudsucker Proxy. Já. Ég man svo lítið eftir, ég sá hann, hún er 25 ára. Hún er byggð á samsölu líka. Nei. Þetta er gaurinn og lauslega byggð og Guns N' Bjóti húluhúpin. Og hann var alltaf, hringur, allir var þú geðveikur. Nei, hann var að búa til húluhúp. Fólk heldur að var geðveikur. Hann var bara búið til eitt vinsælasta dót sem til í heiminum. Allir heldur að var bara geðveikur. En eins með Fargo, það stendur þess að þar, þetta er þess að ég á búin að heyrst þetta frá William H. Macy sem leikur inni, það stendur í byrjunni eitthvað based on a true story, en það er kjaftað, vissu það? Já, er það? Já, málega að William H. Macy var bara, já, ok, geggja, spurði Coen Brothers, segir mér þess frá þess að sögu, hvað gerist eiginlega? Þú veist, hvernig gerist þetta? Og þeir eru bara svona, þetta eru örugglega gerst ekkert, Byrju eftir að segja mér núna að sérjörnir líka kannski ekki gerðist. Ég held að sérjörnir þetta að vera bannað. Ég held að þeir sé að halda í sama djók og þeir byrjaði með. Ég held að það var með rétt mál. Mér minnir að William H. Macy hafi sagt þetta. Þetta væri bara svona, þeir segja bara við mig, þetta væri hefði kannski gerst ekkert síðan. Þetta er bara svona djókið þeim. Man. Það er ekkert fyndi, bro. Er ég búin að eyðileggja núna sérjör? Nei, þú er ekki að sérjör. Maður setja myndina það Cooler með William H. Macy. Já. Mér svona cool. Sko, já... Cool concept. Mér langa fíluna meirinn í gerði. Já, ég samanlegar, en þetta er gott koncept svona gauð sem er það óheppin að láta fara gegnum kasínu og gefa fólki bad luck. Já, þetta er cool. The Cooler er cool. Þetta er cool. Var ekki Alec Baldwin í líka? Jú. Mér minni það. En þessi leikstur, ef ég maður rétt, svo sem gerði Cooler, mér minni alveg öruglega, kannski sé eitthvað kjæft það núna, mér minni öruglega að það hefði verið Wayne Kramer sem gerði Running Scared með Paul Walker, fórstu hana? Geðveik. Það er klikkumynd. Oh my god, Paul Walker
ef þú fílar ekki Paul Walker með skitsar hans að fasta fjúrismyndir Running Scared, geðveik þetta sögurþráð, hann bjóð til þetta er einhvern veginn svona fairy tale í nútíma, glæpa brilljant hjónin hann svo til með börnin það er bara ein og sér góð mynd fyrir sjálfa það er klika atriði maður geðveikt. Það er líka eina mínum uppáhaldsleikon og leikur þeirri mynd. Já, geðveikt. Vera frá mjög, ég dyrkist leikon. Dyrkir, hún er svona heit og interesting. Já, mér finnst hún bara, já, hún er mjög myndaleg. Hún er samt ekki svona... Ekki svona típiska myndaleg. Nei. Hún er spes. Bara flott kona. Já, bara flott kona á alla kanta. Já. Hún er líka ógeðslega cool manneskja. Já, og bara, hún er geggjuð leikona, hún er skemmtileg. Eina mínum uppáhaldsmyndum með henni, veit ég hvort þú sé hana, sástu Orphan? Já. Fannst hún ekki góð? Geðveik. Hún er geggjuð. Það betur sann að sögu. Lauslega. Nei, ángríns, googla þetta. Þetta var alvöru kona sem fór fjölskyldu stelpa og það er mitt í myndir af hún allt sko. Og hún enda að drepa þau og svona. Það er rosalega. Þetta er geggjum mynd. Geggjum mynd. Hún er vannmyndin, finnst mér. Já, auðvitað hún dettur svolítið inn í svona Nei, þetta er svona, þetta er horfa, þetta er bara mjög góð prodúst sjónvarsmynd, bara með geðveiku sögurþráð, fattur þú? Bara þessi saga er svo skemmtileg. Ég var líka bara, mér fannst þau ógeðslega góð, með að stelpan góð, með að krakkandi góð, með að vera frá Mika og Peter Sarsgaard, hjónin, með að þau ekki. Peter Sarsgaard líka. Hann er góður, og samband þeir er gott, hún er að glíma við sinn alkoholisma. Mér fannst þetta drullu vöndum. Það langt sér síðan, alveg bara 10 ár síðan eitthvað. Já, ég geði henni annan. Það er rétt hjá þér. Annan séns. Hún er virkilega góð, hún komur óvart. Já. Hvað er það meira á listanum hinn? Meira? Fullt að sér þetta maður. Ég veit með Parasite. Ég þurfti að velja Guy Ritchie mynd, þá þurfti að velja Snatch. Finnst þú betur en Lockstock? Já, bara út af Brad Pitt. Já, eða það? Já, gauður, hann er geggjör. Þú skilur ekki orðið sem hann segir þessa mynd. Nei, hann er geggjær í henni. Já, Dark Knight, Martes, Night of the Killers 28 Days Later Geggjum Johnny Brown er geðveik sko. Hún er gegg. Hún er samt ekki uppáhalds zombie-myndi mín. Hvað er uppáhalds zombie-myndi? Dawn of the Dead með Zack Snyder. Já, nei, með Zack Snyder tíman. Endurgerðin? Já. Fannst þú betur en upprunalega? Hún er svo skemmtileg maður, hún er svo skemmtileg. Hún byrjar til enda, hún er skemmtileg. Bara er ekki dull moment í þessu mynd. Það reyndar ekki. Þess að laka til þessu Army of the Dead með Zack Snyder. Hvað finnst þú að ertu búin að lesa Kristi Lea Greenstein átt á leikinni? Já, það er bara eiginlega sem mynd maður. En þeir eru að fara núna að replacea hann. Nei. Vissirðu það ekki? Nei. Ég las þetta daginn, ég bara, hvað er ég að lesa þetta? Það er að skjóta allt upp á nýtt. Þeir eru búin að taka upp alla myndina. Já, ég veit. Já, hann leikur víst svona þokkalt hlutverk í henni. Feril hans er búinn. Feril hans er búinn, hann er eitthvað perri. Ok, en ég er pínu perrar að þeir ætla nú að taka, ég held sem þess að leikona, setja hann í hlutverki hans. Ok, en út af COVID, þá þurfa að nota green screen. Þeir geta ekki að leika hann á saman stað. Nei, þú líka. Og þeir ætla að setja hana inn eftir á. Heldur virkilega að þetta geta að líta illa út? Maður stæði með Superman-myndin með yfirskeggið. Það verður bara þannig, bara alla myndin. Þetta var hræðilegt. Það var hræðilegt. Og núna er ég ekki lengur spenntur þessar mynd, bara því miður. Nei, ég samanlegar. En 28 Days Later, tala hana. Danny Boyle. Geggjumynd. Cillian Murphy, geðuguleikari. Elskar Cillian Murphy. Og Peaky Blinders, geggjað. Ég veist samt að við ekki neitt með Peaky Blinders. Það er pínudöll. Ég kemst ekki inn í þá. Ég er ekki svo léleg. Þeir hafa sama vibe og The Wire. Það er virkilega koma þér inn í þá. Já, það er góð punktur. Skilur. Af því Wire, það tók mig alveg seríu. Já, saman, ég finnum bara píndu bara ekki inn í fyrst seríuna. Svo eftir er þetta bara hótt. Svo er þetta bara svo ógeðslega vanda. Já. En sástu Boardwalk Empire? Já, við það geggjað. Stephen Semmi. Já, og bara Stephen Graham sem leikur Capone. Já. Geggjaður. Ég þoldi samt ekki, drápar ekki gauðin sem ég held með í annar seríu eða eitthvað, Strákin. Jú. Svo var ég mömmu sinni og eitthvað. Jú. Hann var svo áhugaverður leikari. Fucking svo alveg. Þú ert að tala það ekki bara einn af aðleikunum. Já, aðleikunum. Svo hann var mömmu sinni og sá í mömmu sinni og hún eitthvað. Já, það, ég myndi ekki því. Já. En ég las að þeir hafa gert það því að leikarinn var óþolandi, ef við nú tala saman. Já, hann er svolítið þekktur. Hann skemmti bara fyrir sjálfum sér. Já, það er rétt hjá þér. Þetta er synd, af því að hann var geggjaður karakterinn, en ég dýrkaði líka gæði með grímuna. Richard Harrow. Já. Leigumorðingjan. Já.
Var það að sjá þetta sko? Ég var bara að gleyma þessu. Hann var ógeðslega töff. Já, Boardwalk Empire, geðveikir. Já, nema síðasta serían svona... Hvað margar seríur? Ég gerði það 5 minnum mig. Ég held ég horfði ekki að senstu. En 3 með Bobby Cannavale, varstu þeim leikana, hann lék svona algjörna hróka gekk, var seglum að fokka sér eitthvað, hann var vondikallegin í 3. séri. Já, hann var tekin í... Geggi sér, já. Hann er grínleikari líka, þessi gaur. Jú. Hann leikir fullt af svona grínmyndum. Já, hann er svona dröldu góður leikari, sko. Góður leikari. Já. Já, hann dói það ekki, Albok. Hann var... Í Boardwalk. Jú. Hann fór í eitthvað stríð, hann var að flýja og eitthvað á þennan. Já, hann var að fokka í röngum mönnum. Já, hann bara fáið, skilur. Hann bara start in trouble. Hvað ég þarf að horfa að Boardwalk Empire aftur? Ég ætla alveg að horfa aftur, því mér fannst þið dröldu góður. Já. Það er gæðin sem gerir þá þætti. Sopranos. Já. Liðið sem var að vinna við Sopranos, fólk fattar þetta bara ekki. Ég horfði endur ekki á allt Mad Men, en Matthew Weiner heiti gaurinn sem að skrifa líka meðal annars Sopranos. Já. Hann gerði Mad Men. Terrence Winter gerði Boardwalk Empire. Þú sérðu talentið sem var að gera Sopranos. Og Terrence Winter skrifaði 50 Cent myndina. Hvernig veist hún? Veist, ég þóli ekki svona rap bíómyndir. En þá ætti ég að spyrja út í eitt, að þú ert rappari. Ég er svo ógeðslega fegin að þú komst með 50 Cent myndina. Já. Hvernig fílar þú Hustle and Flow? Hún er góð fyrir sinn tíma. Mér finnst það geggjum mynd. Þetta er geggjum mynd fyrir sinn tíma. Hún eldist kannski ekki vel. Að hvað leiti? Bara músíkin. Ég finnst þið lögin léleg. Þeir voru góð þann tíma. Ég get ennþá hlusta hann. Whip that trick. Já, þetta er gott. En Terrence Howard finnst mér ekki aðlagandi leikari. Er það ekki? Nei. Mér finnst hann geggjað sem DJ. Ég bara augun hans. Já. Hann leikur alltaf piece of shit. Hann eyðilaði fyrir setna Marvel-myndina fyrir að fá þetta. Þetta er greinlega bara að fá þetta. En Hustle and Flow, hún er góð fyrir að koma og gera góð mynd súrikarappið. Gefa mér athygli á það, ég fíla það. Já, því að þú ert að rappara sjálfur. Horfir þú öðru í svona mynd, það lítur að vera. Já. Ég ólst upp í Suðurríkjunum, skilur. Já. Já, ég er mjög influensar á Suðurríkjunum. En finnst þér ekki að náða að fanga það? Jú. En fyrir sinn tíma, eða finnst þér ekki eldast vel? Ég veit það ekki. Nei. Ég horfði á hana bara fyrir nokkrum árum. Hún er þá skemmtilega og góð. Ég bara persónulega, það sem ég veit melludólga í alvörunin, þetta eru hræðilega mannverur og ég á svo erfitt með að vera eitthvað svona halda með melludólga. Já, ég skil hvað við. Fattur, já, hann er gett erfitt og blankur og... En ef þú vissir hvað melludólgar í Bandaríkjunum gera bak við tjöldin, sem er ekki það pínusýndin, þeir brjóta bara manneskju niður og heila þú þetta. Og ég get aldrei haldið með karakter sem þetta. Hann er engin hetja. Ég get ekki haldið með þessu. Nei. Ég held frekar með pródúsunum og keyboardleikarnum og svona dæmi. En það sem ég fílaði þessum mynd, en ég skil hvað við, því melludólgan er ógeð. Sko. En það sem ég fílaði, að þessi mynd fjallar svo mikið láta draumar sína ræðast. Já. Ég fílaði það er svolítið þema í myndinni. Það er mikið ástæður og ég elskar hann líka á þessum tíma. Já, bara eitthvað svona, ekki gefast upp, þó þú sérst í ræsinu og ert bara ógeðslegur, ég skil samt hvað átt við. Það er kannski þetta, ég samt helt með hann í myndinni. Já, ég gerði líka, þá mútti ég fór að kynna mér aðeins hvað melludólgar really do. Þetta er ræðilegt, sko. Og líka, ég elskar Snoop Dogg, right? Hann er geðveikur predikari fyrir pimps. Einn bestu vinur hans er frægur pimp. Og það er verið að reyna að glorify pimps. I don't like that. Og heita sögurnar, það sem við farum með kvenfólki, þetta er bara mannsal, skilur. Já, þetta er bara ógeð. Þetta er bara glorified mannsal fólk, skilur. Algjörlega. Og það á ekki að tala vel þetta er hann að gera það úr ykkur hetjur. Er hann að gera það eitthvað töff? Já, I don't like that shit. Það er góð punktur. Já. Ok. Ertu með eitthvað fleiri? Við þurfum kannski að slútsu. Við viljum tala 2 tíma eða eitthvað. Já, byrju, við þurfum að tala með eitthvað góða myndina. Dark Knight, Emily, Fight Club, Heat, Leon. Ég þurfti að velja eina Quentin Tarantino mynd. Hver er upp á Tarantino mynd? Ég bara veit það ekki. En ég valdi Kill Bill. Því þarna er hann í essinu sínu. Það er svona allt sem þú elskar við Quentin í 2 myndir. Fattur þau? Ertu að taka hann sem bara bámynda? Já, ég held sína, já. En þetta verður mjög weird, en ég held í langa tíma var Jackie Brown uppáhaldsmyndin mín með hann. Nú? Já, mér finnst hann ætti oftar að gera myndir úr bókum frá okkur öðrum.
þetta byggt okkur bók fyrir glæpahöfund Elmore Leonard skrifaði já, hann ég bara elska svo myndi tætlur hún er lágstemt og svona en ég bara I love that movie en já, ég get ekki valið en upp á þess atrið mitt of all time í kvindurinu mynd er byrjunatri Inglourious Basterds það er besta atrið sem hann hefur gert það ekki bara? Jú, hann segir það sjálfur þetta er bara 20 mínútur þetta er bara eini mínu bíómynd og hvað er þessi leikari? Christoph Waltz, já geðveikur leikari en Tarantino hefur sagt sjálfur hans 2 bestu atrið sem hann hefur skrifað það er þetta atrið í sammála þetta er bara svona þetta er masterclass í hvernig þú ætti að skrifa bíómyndatrið og annað atrið sem ég gekk og það er True Romance það er atrið með Christopher Walken og Dennis Hopper já þeir eru að tala þetta með ítalan á það já og hann er að segja brilliant hann er að tala að svertingjar hafa eitthvað farið á nauðga eitthvað með ítölum og eitthvað svona og að því að þeir eru svo mikið rasistar og það var svo brilliant já að því að það sem er kúlið atrið er að Christopher Walken segir í byrjun atriðsins hann segir ekki ljúga mér hann spurja hvað sonur hans hann leita sínans ekki ljúga mér að ég get séð þennan menn að ljúga svo kemur Dennis Hopper með þetta monolog og hann segir vissið þú að svertingir fóru til Sicily og eitthvað svona til Ítalíu og nauðgu þar að það var ógeðsleg saga og svo spyr hann í lokin segðu mér núna, er ég að ljúga? Hann reykja ekki og það er svo gegn svo góð svona drefin brilliant það er svo cool atriði True Romance er svo góð svo góð Gary Oldman líka inn í brjálæður motherfucker, yeah boy hann er eitthvað svona rastagaur eitthvað í þeirri mynd en hann gerir það vel ég skil hvað það hann dætt eiga og hann bara this white boy og hann kallar henni white boy you listen to this white boy there's some titties on screen I mean chicken svona borderline racist skilur en alveg ég elska ekki Oldman vissu það kent í sumum acting schools hvernig að deyja the Gary Oldman way hann er bara að tala enda bestu guðun til að deyja on screen hvað meina með því? og það er svo góður að deyja, hann er bara að deyja svo oft í bíómyndum svo Romeo's Bleeding og hann er Glory myndina með Ed Harris og svona dæmi ferður við atriðan þess að hann skotur og deyr það deyr engin betur en Gary Oldman ég hef aldrei pælt því hann lætur þetta bara nýn og svo bara, hann er ógeðslega góður að deyja og hann er búin að deyja geðveikt oft í bíómyndum það er kent í sumum acting schools The Gary Oldman method of dying sé hvað það finnir það er alltaf brjálega leikari hvað myndi segja verið besta mynda hans? Meinar besta mín uppáhalds framista eða hann er ekki mikið í aðhlutur nei mér finnst ég hef stundis ef fólk spyr mig mér finnst það besti leikarinn ég hef stundis sagt Gary Oldman ástæðan fyrir því ég verið aukstöld á þannig með því að Gary Oldman er rosalega ofta leiki í Vondakallinn en hann er aldrei eins ef þú tekur gæjan úr Leon gæjan úr Fifth Element Lawless Dracula hann er búin að leika fullt af vondaköllum en ef þú tækir alla þessa karaktera myndir setja allir sama herbyggi það myndi enginn fatti það eru samaður nei wow dude mind blown skilur wow dude ég er aukstöld alltaf manni þess sem er Gary Oldman svo góður það er gæsahúð, bara hugsa þetta við erum bara gæsahúð podcastin gæsahúð ég veit það, þetta þáttur heitir bara gæsahúð með kíló en besta myndin hans örugglega mér finnst Leon ég dýrk hana og mér fannst hann ógeðslega góður í Batman líka þar sína þessi svolítið nýja hlið að hann er góður gæði þar straight man hann átti vondikallinn en svona framist að mér finnst hann æðislur í Fifth Element bara sorry, mér finnst það svo skemmtilegur hann er svo góður en hvað ert þú með? við verðum bara að vera samúlega allt sem þú sagðir já, við erum bara Fifth Element og Leon en ég elska gamla myndina þess að Romeo's Bleeding og það hún var fín ég elska bara myndina sem hann líka bara eitthvað svona geðsjúkling, löggu eða en svo alltaf bara hlutir hans í Leon líka hann er rosalega þetta er the most evil dude ever he kills kids and hann er eiturlyfja fíkill sem er í eiturlyfja löggunni og ég hata á góðan hátt ég hata spilta löggur ég bíómyndum, ég hata þess glæbónin, ég skil hann alveg hann er glæbamaður, en þú átt að vera góðu gæði einmitt, ég samanlega maður getur ekki haldið með spilta löggu eins og í Training Day ég held ekkert með honum, ég held með Ethan Hawke maður held með den sem þú ert fyrst til að byrja með þannig að þú fór að fatta hann er bara piece of shit hann er ógeð hann er bara sociopath algjörlega talandi Ethan Hawke, ég elska Ethan Hawke ég líka elska eiginlega allt sem hann leikur í
Guður, segðu mér, þú er búin svo Predestination. Já. Og hvað finnst þér? Veistu það, hún kom mér skemmtilega óvart. Ég sá hana svolítið seint. Það er kannski bara ár síðan ég sá hana. Tæft ár. Já. Og time travel myndir. Besta time travel myndin. Fílar þær. Já, þetta er besta time travel myndin af öllum. Og hún er svolítið mindfuck. Að þessi mynd í rauninni, ég vil ekki spoila. Nei, ekki spoila neitt. En það sem hún snýst í rauninni svolítið er bara þessi spurning, hvort kom undan ekki að hennar. Já, það er svo rétt hjá þér. Já. Það er þemað í myndinni. Svo góð. Hún er drullu góð. Drullu góð. Þá var ég að spyrja líka, bara svo í lokin, fyrir bara að slúta þessu. Ertu búin að sjá, þú sagðir áðan og væri búin að sjá allar Nolan-myndirnar nema, hvað var það? Dunkirk. Já. Hvernig fannst þið Tenet? Hún er bara þau í bíó, ég hef ekki séð þetta. Ertu ekki búin að fara hann í bíó? Nei. Hvað er það svo? Ég bíó í Keflavík, bró. Þetta finnst ekki kemur Reykjavík bara í 2-3 vikur eða eitthvað. Hvað, þú ert í 20 myndir að keyra þetta? Hvað er lengi að keyra þetta? Svona 3 klukkutímar. Varstu á hjóli? Ég er á hlaupahjóli. Svona raðast í hlaupahjóli. Já, en ég þarf að fara hann í bíó. Ég er bara að finna einhvern annan sem er, það fór allir á undan mér og ég vil ekki fara hann í einn í bíó. Hann fer ekki einn í bíó? Ég hef gert það er ekkert að því. Nei, mér finnst það bara cool. Já, ég hef oft gert það. Ég líka. Ég sagði þú að tala um þetta með Binna. Já. Það er ekkert að því að fara í bíó eitt, sko. Oft gert það. Þú er bara að drífa á Tenet. Já, mér langar að fara með einhverjum ræðana. Já, ég skilji. Eitthvað svona kvímudundi eins og ég ætla að fara með Davíð, hann fór ég var svo fá að svona movie buffs, já. Þú varst rosalegur kvikmyndamaður, ég var mjög gaman. Við skulum enda einu með Davíð mitt, af hverju ég er kvikmyndundi. Ok, hvað er með? Eins og ég sagði, ég mátti ekki horfa á bíómyndir svona bannað. Og því ég kem til Íslands, það var myndbandslegi sem heitir Nýja vídeó, bara beint út á húsinu mínu, Keflavík. Og það maður sem heitir Kitty sem á hana. Sem heitir Kitty? Kitty. Sá maður breytti lífið mínu. Þetta var kvikmynda, hann var movie buff sem átti myndbandslegi. Það því að hann raðaði sko myndir eftir leikstjórum og leikarar og allt svona þeim. Hann sýndi mér Oldboy, hann sýndi mér Anime í fyrst geti. Nei. Þessi maður bara, ég hitt hann einhver 15 ára setna og ég þakka hann fyrir það, hann kom í búðanum tímið, ég var með veipbúð. Og hann vakti þetta upp í mér. Ég var bara farið í vinsældarmyndinar, hann var bara, ertu búin að sjá Akira? Ég bara, hvað er það? Horfa á þetta. Og sagði, ertu búin að sjá Oldboy? Hvað er þetta? Ég vil ekki að þetta eitthvað texta, hann bara, garða minn. Horfa á þetta og tala við mig. Án hans var ég ekki með þessa love. Þú værir ekki enn í dag? Ég var ekki enn í dag og ég var bara að lega myndir á hann í svona 10 ár svo fór out of business því interneti kom. Einmitt. Og ég bara átt að prenta út og það var bara ein myndbandslegi ég fór á 4, 5 og það getur prentað út alla myndina sem ég horti hérna hjá þér senastu 10 árin eða eitthvað bara hann í honum voru 726 myndir sem horti í honum, já það var bara ein myndbandslegi. Það er rosalega. Já, bara I love movies því maður átti ekki mikið vinum skilja hjá úti en kvikmyndir huggum alltaf. Ég er gamall, ég er 38 ára. Manstu þetta tímabilið sem þú gæst leiktir Vaff og S-tæki. Fækst 3 nýjar og 3 gamlar. Og kannski gott að enda podcastin á að ég sakna myndbandslífur. En þú gerir það? Ég svona svolítið rómantík við það. Ég er svolítið sammálaður. Fara og velja mynd, einhver gamla þú veist, það var svona kvöldi fór í þetta. Það er líka að þú gast kannski átt eitthvað spjall við manneski sem var að vinna ef að gæin eða stelpan var áhugamaður þú kannski aðeins nördast með honum. Já, sérstaklega með Kitta sko. Ef þú sér þetta eitthvað til hann Kitti minn ég elska þig bró. Ég þarf bara að fá hann í podcast. Það var fullur maður sem ég var bara krakki og hann leiði mér að stofna reikningarna og þú veist, hann var alltaf góð við mig. Þannig að þessi þáttur er fyrir Kitta? Þetta er fyrir Kitta maður. Já, endur bara því. Ekki bara. Já. Takk hjá að vera að koma maður. Já, takk fyrir mig, þetta var geðið gaman. Þetta er ekki gaman. Ég voru að fara nokkuð podcast. Ég hringdi í byrni bara, þú voru að koma inn á podcast, ég ekki að tala endur þessu bíómyndir. En þú voru bara að koma aftur út sér. Ekki bara? Jú, 100%. Gera eitthvað annað. Nei, tala um bíómyndir. Nei. Hvað viltu gera? Gæsahúð. Já, þú með það? Já, veist, ég stríka þér hendinar. Við gerum það næst. Já, svona Rómó. Já, það næst. Rómó. Takk fyrir að koma. Já, bye.